Góðan dag og velkomin á úrslit í úrvalsdeild. Ég bjóð ykkur hjartanlega velkomin og vonast að þið njótið frábærs badminton og við byrjum daginn á einlægleik karla og þær eru Kristoffer Davíð Finnsson, TBR. Góðan daginn. Verið velkomin í beina útsendingu hjá Badminton-sambandinu á úrslitadegi Íslandsmótsins í badminton. Hér sitjum við Einar Óskarsson og Helgi Jóhannesson. Við ætlum að lýsa þessum fyrsta leik dagsins sem er úrslitaviðureign í einlægleik karla. Það er ríkjandi Íslandsmeistari. Kominn allar leið frá Danmörku. Gústaf Nilsson. Og svo kannski óvæntur andstæðingur í úrslitaleik. Já, maður segja það. Kristoffer Davíð Finnsson. Já. Kannski betur svona þekktur fyrir sín afrek í tvíla og tvöndaleik heldur en kannski einlægleik. Einmitt. Hann vantaði samherja í tvöndaleik á þessu tímapunkti. Hann er ákveðið að stilla upp í einlægleik. Já. Það fannst svona aðeins lítið að vera bara í tvílaleiknum og fannst þér ekki partner í tvöndaleikinn. Hann dreif sér bara einlægleikinn og hingað er kominn. Bara Allalegði í úrslitin. Úrslitin, sko. Pínlítið óvænt. Já. Gaman að sjá hvernig Íslandsmeistarinn ríkjandi tekst á við þetta. Einmitt. Kristoffer náttúrulega mjög reyndur, marga Íslandsmeistaratitla á bakinu í tvíliða og tvöndaleik. Já. En ég held að ég fari ekki rangt með þetta, sé fyrsta skiptið sem hann keppi til úrslita í einlægleik. Já, ég held að það sé rétt hjá þér. Ég er svona... Já, hann var mjög ungur í rauninni þegar hann bara lagði eiginlega einlægleikinn á... Hvað ég var að segja, sett hann í pásu fyrst hann er hingað kominn. Hann og Davíð, þeir fóru mjög snemma út í tvíliðaleikinn bara og svona slepptu því bara að spila einlægleikinn. Já. Settu fókusun algjörlega á tvíliða og tvöndaleikinn og þannig að það er svona... Ég meina þetta er strákar sem kunna alveg að spila badminton og Það er það. hann er klár, skilur hennar leik vel og veit út á hvað það gengur. Hér er Sólveig dómari dagsins búinn að segja leikmönnum að gera sig klára. Hvað heldur með hennar leikina? Hvað heldur að gerist? Hver vinnur þetta? Giska, ég ætla að spá. Það er erfitt að giska. Ég held að fyrirfram þá er pressan á Gústaf, ríkjandi Íslandsmeistari. Klárlega. Ég horfði svolítið á Gústaf spila í gær og það var mikið svona svægi yfir honum. Bara svona ró og öryggi í því sem hann var að gera. Aðeins, Kristoffer kannski aðeins að finna fram einlægleiksspilið. Já. Þannig að Kristoffer gengur svona óblundinn til leiks. Já, svolítið. Það er bara að njóta, þannig að Kristoffer kemst í gott flæði, þá getur allt gerst. Það getur allt gerst. Það er gaman að sjá. Já. Spurning hvernig Gústi nálgast þetta. Ætlar hann að sækja eða ætlar hann að spila? Hvað bíða aðeins? Svona taugar í byrjun leiks. Smá taugar. Eins og láta einn bolta lenda.
Hættulegur kemst í þessa stöðu, Gústi, að þá kemst snemma undir liftuna hjá Kristó og þá sóknin helviti brött og byrjar á því að ná góðu droppi, teygja vel á Kristó áður en fer í þungasókn. Akkurat. Ég held að það verður lykilatriði fyrir Gústa að gera völlinn stóran. Kristó er óvanur einleiknum. Akkurat, hann ekki eins vanur því kannski að vera að passa inn stóran völl. Meðan að Kristó fær að halda miðjunni, sterkur stöðu í miðjunni, mjög teknískur, góð högg. Hann verður óbóta. Þarf að séns þarna. Rosalega sterkur, hann er náttúrulega, þú veist, hann er með þunga tvílöðleik sóknina hans aftan á velli, slær fast og hérna. Er högg fastur. Já, hann er höggfastur og þarna kom Gústi sér bara í vandræðum að sækja og stemma. Já, akkurat. Vil lyfta og Kristó refsar. Sjáum sem Kristó er að reyna að spila þetta flata spil inn miðju völlinn. Hann er að reyna að minnka völlinn. Já, akkurat. Það er náttúrulega bara spilur sem Gústi má ekki láta að veiða sig í rauninni, sko. Hann verður að spila einliðaleikinn sem eru, hann þarf að nýta hornin á vellinu vel og hreyfa Kristófer mikið og þarna. Bráður. Það mátt nýta þennan bara í að setja upp næsta högg kannski. Já, þetta er áhugaverð staða, sko. Kristófer að byrja miklu betur. Kannski núna eru þessi mistök. En það sem að hann er ekki beint undir pressu, hann er að setja í netið. Setja út af við netið, þetta er svona, já. Það er munurinn ef þú tekur þessi 3-4 stig baka og setur yfir, þá er Gústi komin yfir. Það er frábærlega gert. Eins og segir, fær tíma hérna fyrir aftan. Hefur í rauninni úr mörgum höggum að velja. Kristófer situr aðeins eftir og Snær ekki að svara nógu vel og Gústi er mættur á neti og refsar alveg. Já. Þetta er kannski svona, já, vel gert hjá Kristófer, en ég set spurningan eftir við þessi ákvæmutökum. Þú veist, Gústi er búinn að leysa svo vandræði á honum. Já. Í staðinn fyrir bara, og þarna reynir hann að fara í neti og Kristófer stendur og bíður. Í staðinn fyrir bara að senda boltan aftur á línu og byrja upp á nýtt, sko. Einmitt. Aðeins, vantaði smá ákvörðunartöku, þetta er svona ákvörðunartökumál. Þetta er svona Kristófer gerir rosalega vel líka í tvíla og tvendaleikjunum. Hann les rosalega vel leið og spaðinn fer niður. Þá er hann kominn í árásarhug. Já, hann er ekki bara kominn í árásarhug, heldur er tilbúinn að loka netinu. Já, hann er búinn að staðsetja sig þannig að sko, það skiptir engu máli hvert næsti bolti er sendur, hann getur sótt á hann. Já. Sjá, Kristófer er að spyrja
erfiðara spurningar Já. fyrir ríkjandi meistara. Já, Nú er bara já, spurning já. hvaða svör hann á. Spurning, en þú veist. Sjá þau sko, þetta er akkurat, hann dregur þessu út úr flataspilinu, fær bara lyftu, það sem hann hefur val, það sem hann getur verið að velja, hann getur verið að taka ákvarðanir, lengri tíma til að taka ákvörðun. Svona, það Gústi þurfa að passa sig á því, hann má ekki láta draga sig mikið inn í flataspilið og Eins og þarna. Þarna þarf hann bara að vera rólegur, nýta völlinn, nýta hornin. Því að, þú veist, að öllu líkinu þá vinnur hann ekki flataspil á markastöðar. Það er ólíklegt. Eins og ég sagði, hérna, flatt. Þetta er Kristófer bara betri, hann er bara betri í þessu heldur en Gústi. Og þetta er bara tílaleikurinn sem hjálpar hann hérna. Þannig að Gústi kannski ætti að vera einbeita sig aðeins meira því kannski stoppa í boltann, þú veist, spila netspilið, fá lyfturnar sem hann getur nýtt sóknina sína fyrir aftan. Þetta er hérna. Droppið svolítið hægt, hátt. Svolítið einn svona fyrstu mistökin sem Kristófer gerir í dag. Já. Og spila tiltölulega mistaka frítt svona þannig sko. Þetta er vel gert hjá Gústa. Vel gert. Spila gott meðspil, kannski svona, þú veist. Eitt questionable þarna í netbolti. Kristófer stóð og beið sko, en hann var bara góður hjá honum. Já. Hann verður að hafa trú á þessum höggum. Já, hann verður að gera það. Verður að treysta höggunum sínum. Það er svona meira spilið sem Gústi þarf að spila, þú veist, það er hérna bara slá nokkuð klír og svona. Ég hugsa það að lengri rallíinn, þar sem að hornan á milli, hlaupa, það mun örugglega vera Gústa í hann. Það hjálpar honum, alveg klárlega. En eins og leikurinn hefur verið að spilast, þá er þetta svona að spilast aðeins fyrir Kristófer. Það séu vel inni. Já, missveikna þennan. Bara 2 stig í þessu núna, fyrir að hafa verið búin að missa það í 4-5 stig á hann. Já, þetta var 11-5 í pásunni sko. Gústi sé aðeins svona settle in eins og þeir kalla það mamma sletta. Já, aðeins að finna taktinn í leiknum. Finna taktinn, já. Hún er bratt og hún er þungt sóknin frá Kristófer. Það er... Vel lesið þetta hjá Gústa. Mætir hátt á neti. Það sem þetta snýst taka tíma af andstæðingnum, hann hafi ekki tíma til að athafna sig. Því fyrr svo getur slegið kúluna því betra. Mér finnst það sem að við sitjum Helgi, finnst mér eins og lyfturnar séu svona hlust yfir frekar stuttar, þannig að kemur ein löng. En eins og þegar Kristófer detta á hann og er vel inni, og mér finnst svona eins og að hann eigi svona 20 cm inni á þessum lyftum og hann þarf að nýta sér það líka. Já, alveg klárlega. Við erum búin að sitja hérna eiginlega alla helgina og það var mjög pínlítið og alla helgina eins og kúlurnar séu búin að vera aðeins í hægari kantinum. Svo þegar ég er búin að auðvitað finnum maður þetta mest sjálfur þegar maður er að spila. En svona þegar ég er búin að vera að prófa, mér finnst það búin að vera eins og það séu pínlítið hægar.
ég held að þetta sé rétt. Mjög tæpur bolti. En ég held að þetta hafi verið alveg rétt. Svo er rallínu á undan að Kristófer er að refsa Gústa mest í forendinu sinni. Já. Bæði þegar hann er að sækja niður forendinu á Kristófer og þegar hann er að lyfta í forendina. Já. Það er, og nú er aftur 5 stiga munur. 5 stiga munur. 18-13. Svona er Kristófer búinn að vera svona á undan. Já. Allan leikinn. Það er í svona leik að þá er það ógeðslega hræðileg tilfinning að svona vera á undan og vita það að fólk sem kannski klúðri 1, 2, maður er ekki að grafa sjálfan sig í einhverja holu. Meðan Gústi svona, þú veist, hann þarf meira að hugsa svona afleiðingar hvers einasta högg, sko. Vel gert hjá Gústa. Kristófer sniðugur, Gústi er ennþá að koma sér fyrir. Kristófer sér það og lætur bara vaða beint í kroppinn á honum. Þessi rót í rauð. Nú er 1 stig sem vantar. 20-14. Fær séns þarna, Gústi. Yes. 21-14. Já. Það hérna... Við gerum aðeins upp þessar lotu. Hvað sjáum við? Hverju viljum við breyta? Hverju þetta Gústa breyta? Ég held að við sjáum svona í kringum, ég var nú ekki alveg að telja það alveg, en við sjáum svona 8-10 mistök hjá Gústa í sókni. Við erum að sjá lyftur út af, hlið, langan, smass í net, smass út af. Þetta má ekki. Nei, þetta er bara ansi dýrt, sko. Á meðan að Kristófer er með kannski ein svona óþvinguð mistök í leiknum. Meðan Kristófer spila svona mistökkfrítt, að þá eru þessi mistök hjá Gústa rosa dýr og eins og sáum hérna í lokinn, þú veist, það er ítur frá netinu, það fara í netið, þú veist, hann er að reyna að refsa, hann næri ekki að setja það yfir. Þannig að þetta er svona, já. Manni finnst Kristófer líta mjög vel út, hann finnst að vera að líta út fyrir mjög þægilegur á vellinum. Það er svona svolítið hans spil á hans forsendum. Já. Og ef að ég væri þjálfarinn hans Gústa núna, þá væri ég einmitt að reyna hvetjandi þess að slaka á, leyfa rallíunum að eiga sinn gang. Hann þarf ekki að drífa sér að klára rallíun. Nei, akkurat. Sérstaklega passa þessar lyftur og sóknir hjá Gústa niður forendrahornið hjá Kristófer. Hann er að refsa þar. Ef ég væri Gústi núna, ég er búinn að fara eiginlega flatt á því að reyna að sækja niður í forendrarni hjá Kristófer. Kristófer hefur þrykkjað því flatt yfir hinum megin. Allavega 2-3 í lotunni. Ég myndi svona aðeins láta meira reyna þá á bakendavörðina hjá Kristófer og fara þeim megin niður. Já. Sjá hvort það sé einhverjar glufur þar og hvort það sé auðveldara að komast í gegn þá leiðina. Já. En þegar Gústi fær boltan upp í forundinni hjá sér að láta vaða beint frekar heldur en að fara niður í kross. Það eru þessi löngu rally sem ég held að vinna í Gústa í hag. Hann þarf að vera yfirvegaður. Já. Leyfa spilinu að hafa sinn gang. Og heppinn þarna held ég að þetta var svona... Hann þarf, þú veist, það er þetta eins og við erum búin að tala hann þarf að spila þetta hornaspil, sko. Hann verður að hreyfa boltan, láta Kristófer byrja að fara djúpt í hornin, stækka völlinn. Þarna sóknarmistök. Aðeins bráður kannski. Svikandi, Gústi, þarna í þessum. Ég finnst að það er að vera skynsalegt hjá Chris og þarna sér Gústi komin aðeins fram, ítur nú bara vel tilbaka og það er þessi klír sem að mér finnst eins og Gústi ætti líka svona aðeins að vinna með. Akkurat. Búist líka smá tíma. Já. Sammála því. Virðist önnulótan byrja bara svolítið eins og svo fyrir. Já. Virðist vera bara nokkuð þægilegur inn á vellinum. Já, bara svona öruggari í sínum aðgerðum einhvern veginn heldur en Gústi og svona Gústi kannski að satsa full mikið einhvern veginn, sko.
þú veist, snemma í rallyunum. Þarna sjáum við aftur segi dropp í mitt netið. Rallinu undan þá var það svona hálf hik á millibolta lyftu og fyrsta stig sem Kristoffer fekk var smass út af. Þannig að af 4 stigum þá eru 3 komin úr tiltölulega ódýrum mistökum hjá Gústaf. Gaman stegi hjá honum. Þarna sjáum við líka, þetta var svona rally eins og við held að Gústi þurfum að fá fleiri svona rally hjá Gústa. Þarna er hann bara, þú veist, hann spila bara háa lyftu og hérna, þannig að þetta er svona, geta að flýta sér að spila sér eins og þarna, bara hályfta, stækka völlinn, sérðu, svo þarna kemur síðan sen, sérðu, þannig stækkar hann völlinn, Kristoffer þarf að byrja djúpt aftur í forendahotninu sínu, Gústi dregur hann allavega fram, lyftan er stutt, þá getur Gústi refsað. Og eins og þú nefndir á hann, þarna fór hann meira inn á líkamann úr krossinn, heldur en niður línuna. Já. Þetta verður sjálfsíð í dag, sjálfsíð mistök. A4, allt jafnt. Allt jafnt. Þetta er að spila rally hjá Gústa. Þetta er nákvæmlega sem við búum að tala um. Þetta er nákvæmlega það sem hefur vantað í hans leik hingað til. Já. Kristoffer er búinn að gera mjög vel að refsa honum fyrir öll mistök sem hann gerir og hérna. Hann dettur svona aðeins inn í þetta í byrjunarrallinsins. Já. Það sem að Kristoffer líður vel, en svo brýtur hann með takt. Hættir við, fer í annað. Það er Gústi að tengja saman þessi rally. Akkurat, tengja saman, búa til svona smá momentum. Já, nokkuð stig í röðum myndi hjálpa honum rosalega mikið núna. Þannig að þetta var skynsamlegt stopp þarna. Nú sér út úr þessu flæta. Þarna. Virkilega vel slegið, þolinmóður. Ég held að lykillinn einmitt að þessu stigi var að hann tók hérna eitt flatan og bara stoppaði hann af, fékk hann stutt. Dróð sig út úr þessu flata. Algjörlega. Þegar að lyfturnar, eins og þessi var hjá Kristó, var svolítið stutt, þá hefur Gústi alveg góð högg fyrir aftan. Já, og sko, ekki bara góð högg, heldur sko, svo margar, það er svo margt sem hann getur gert. Hann er með svo, þú veist, hann á svo marga valmöguleika. Þannig að hann er með það fína sókn, hann hefur hellinga valmöguleika. Nú er þetta búið að snúa Gústi, fyrsta skipti, komið með hérna, 2 stiga fórystu. Já. 7-5. Við sjáum það líka, Kristoffer er að reyna að veiða hann, sem það lyfturnar hans eru flatar. Hann er að reyna að veiða hann inn í þetta spil sem að hentar honum. Já. Og Gústi svona á stundum stekkur á og tekur agnið sko og reynir. Þannig að hann er farið svona, þú veist, þetta er svona eins og, það heppnast ekki alltaf hjá honum. Nei. Hins vegar þegar hann nær að spila bara svona þessi, hvað ég var að kalla hann, þessi klassísku einliðalegsrally. Þá svona oftar en ekki fær hann allavega sénsinn til þess að nýta sér það sko. Kristoffer er að svara þessu mjög vel núna. Já, mjög vel. Hann er kominn núna yfir 8-7 í röð. Já. Ég var með smá ágjur að því að eftir þetta langa rally á hann, hann fór svona beint út í handklæði aðeins að kaupa smá tíma, en svo kemur hann tvíeldir hann tilbaka og er ekki að sýna. Hann sýnir engin þreytumerki sko. Mér finnst hann, sko, eða við hvað hann spilar lítið einlegaleg. Hann er náttúrulega í fanta formi. Já. Hann og Davíð náttúrulega eru að spila á EM daginn og svona, þú veist, hann er í hörpu formi og hann getur alveg hlaupið, þannig að maður verður aðeins öðruvísi þreyttur í einlegalegnum. Já, þetta er bara einmitt tvílaleikurinn, þessar miklu styttri hreyfingar, meiri snerpa, á meðan að hér erum við að tala um að
dekka stærra svæði, meiri djúpskref. Þess að stríða Gústa þetta hliðalínunar, það er hann sett svolítið út af á hlið. Já. Það er svona, það er svona dýr mistök, sko. Já, við erum komin upp í bara 5-6 mistök. Já. Ekki það sem að... Heppinn þarna með Kristófer... Það er meistara heppni yfir spilinu hjá Kristófer núna. Já. Þessa stundina. Það er eiginlega að verða svona síðustu forvöð fyrir Gústa að fara að svara þessu, sko. Já. Ef hann missir Kristófer mikið, hann má ekki missa Kristófer mikið lengra, sko. Nei, þetta er... Ef hann ætlar að halda titlinum. Og eins og þú segir, hliðalínan er svolítið stríðunum þarna þegar hann er að fara upp undir bakhöndunni sína. Og hann þarf kannski að hugsa núna að sækja 80-90% en ekki 100%. Akkurát. Halda þessu inni, halda reglum gangandi. Man myndi ætla að sko, því lengi sér rallíin verði, því betri sér það fyrir Gústa, sko. Hann er vanar þessu spili og svona. En eins og segir, þú veist, þegar taka hann eitthvað af Kristófer, hann getur alveg hlaupið með honum, sko. Já. Staðsetning af markinu á Kristófer. Ekki kroppinn. Það er eitthvað eitt sem að, þú veist, Kristófer kannski náttúrulega ekki vanur að spila endilega á einanlegslínurnar, þannig að það er kannski bara skynsamlegt hjá honum að vera að sækja í kroppinn. Hann þarf þá ekki að setja boltann út á hann með það. Nei. Aftur sett spurningamerki við þetta neðspil hjá Gústa. Það er svona fullmikill séns að taka, vera komin svolítið neðarlega með spaðan og kúlan dottinn vel niður fyrir netbrá. Vera að reyna að spila stutt, þannig er jafnvel betra bara að slá sig frían og senda boltann bara upp og afturst á línuna. Vel spilað hjá Gústa. Frábærlega gert hjá Gústa þarna. Færa flataspilið í rauninni burtu frá líkamannum og Kristófer, þannig að þurfa að hreyfa sig. Til mistök. Fínu hakkinn þarna Gústi, hann tók sénsinn á droppinu, beið svolítið framalega. Sniðugt hjá Kristófer, en missir hann aðeins út. Já, missir hann aðeins út á hliðinni. En mér finnst svona eins og Gústi sé núna, mér finnst hann kannski aðeins að reyna að minnka úr 100% sóknum og aðeins að reyna að velja. Akkurát. Kristófer, þetta er svo óhefðbundið. Sjáum það að Gústi er að sækja á hann og er hlaupinn fram, en Kristófer svarar svolítið flatt, svarar svolítið tilbaka. Já. Það setur svona Gústa aðeins virðist vera úr jafnvægi. Ekki alveg tilbúinn í það, hann vill eins og hann er vanur. Hann er alltaf bara vanur því að hann sækir, að hann þurfa að koma upp á net og sækja boltann þangað. Já. Kristófer bara... En mér finnst líka núna bara líkamstjáningin hjá Kristófer sína, hann er með mikið sjálfstraust, mikið öryggi. Á meðan mér finnst Gústi svona vera sig bara milli rallía hérna niður á vellinum. Mér finnst eins og hann vanti svona kannski aðeins smá sjálfstraust. Svo sé pínur ráðalaus. Já.
sem að manni fannst hann ekki sína í fyrra Nei. þegar hann tók titilinn. Nei, alls ekki. Og það var ekki að sjá í gær heldur þegar ég var að fylgjast með að spila þá. Þú veist, það var bara, mikið, eins og ég sagði, það var mikið svæði yfir honum í undanúrslitunum og það var bara svona eins og að vera át. Þetta virkaði bara, þú veist, þetta rúllaði bara. Já. Þetta er óhefðbundnara einliðalegsspil sem hann er ekki vanur að spila við tvíliðalegsspilara. Nei. Það er að svíkja hann aðeins netið og... Það heyrir að Kristófer er að svona hvetja sjálfur sig. Hann er að fagna stímum sinum. Gústi þarf kannski aðeins að keyra sig í gang. Þetta er svakalega dýrt í svona stöðu. 4 stigum undir, aðstæðingurinn sendir og þú setur hann beint í netið. Þetta er svakalega dýrt. Þarna. Ég er búinn að fara niður hinum meginn meira og minna allan leikinn. Þarna kom þetta sem við tölum milli lótanna og sjá hvort það séu hólur í bakendamegin hjá Kristófer. Skynsamur þarna. Já. Bara... Aðeins að láta boltan rúlla, vinna fyrir sig núna. Kristófer þarf að vinna fyrir þessu stíi sem er láta hann fyrir því. Gústi gerir vel inn á milli. En tæpir þessu en... Gústi var ekki sáttur við þetta kall, sko. Hún situr með línuna fyrir fram að sérst. Já, þetta er í bestu stöðu. Hún sér þetta alveg miklu betur heldur en við og miklu betur heldur en Gústi líka í raunina. Þetta Kristófer bara 2 stig. 14-19. Manni finnst þessi, sko, svona eins og leikmenn hefur spilast. Að skora 5 stig fyrir Gústa, það er helvítið mikið, sko. Já, það er allt að ganga upp hjá honum. Það er. Hann þarf að þá líka í þessum rallyum. Já. Í þessum rallyum, þegar Gústi er ekki að sækja. Já. Og þetta Kristófer vinna fyrir því. Þegar mér finnst þetta leikur að einkennst af því að Gústi sé að sækja og sækja og sækja. Það er akkurat Kristófer. Nú er hann komið 6 sjansar til að taka titill. Og Gústi bara einn. Kristófer Darri Finnsson, Íslandsmeistari, einliðaleik karla 2026. Hann vel að þessu koma, hann var bara mjög sannfærandi sigur. Það er bara búinn að vera sannfærandi alla helgina, sko. Þú veist, það er bara lent í smá brasi í undanúrslitunum. Svo er það í uppækvann í fyrstu lótin í undanúrslitunum, en annars bara búinn að vera nokkuð sannfærandi. Já, hann er mjög vel að þessu komið, hann spilaði þennan leik mjög vel. Mjög vel. Taktískt mjög gott upplegg fyrir hann sjálfan og framkvæmir það líka vel, eins og ég segi. Þetta eru kannski 2-3 mistök í öllum leiknum sem hann er að gera. Hann spilar rosalega mistakafrítt. Og setur Gústa upp í vegg bara með sínu spili. Bara segir kontu. Já. Þú veist, það segir bara kontu, sjáum hvað þú ert með. Og Gústi kannski svona... Og því miður, það virðist vera oft dagur hjá Gústa. Já, og hann kannski svona labbaði svolítið í þessa gildru, hann lét fanga sig í þessa gildru að vaða inn í þetta tvíliðalegs, eða þetta flata spila sem Kristófer er svo fljótur að refsa, sko. Já. Staðið fyrir að bara spila aðeins meira hornaspil. Við töluðum um það allan leikinn, það var það sem vantaði. Það vantaði hornaspil. Já. Við förum og kíkjum á velafendingu, þökkum fyrir samfylgdina í þessum leik. Já. Einar Óskarsson og Helgi Jóhannesson. Já. Takk fyrir okkur.
Magnúsdóttir og varaformaður Ráðgjafarsambands Íslands. Og í úrvalsdeild einhverju karla þar lenti í öðru sæti Gústaf Vígsson, VBR. Íslandsmeistari í einarleik karla í úrvalsdeild 2026 er Kristófer Darri Finnsson, VBR. Jæja, þá erum við komin aftur í loftið. Nú er ég komin nýjan sessunaut, Einar Óskarsson áfram hérna. Með mér Natalía Ósk. Natalía Ósk Óhansdóttir. BH-ingur. Jújú. Og við ætlum að gera okkar besta að lýsa þessum leik hérna. Það er Sólrún Anna Ingvarsdóttir, BH og Lilja Bu, TBR. Við komum hérna í úrslitaleik og mikil stemning í pöllunum þegar við fáum svona leik milli tveggja félaga. Hvað heldur þú um þennan leik, Natalía? Hvað held ég? Hvað fyrirfram,
fyrirfram er þetta 50-50 leikur? Sko, ég held það gæti alveg verið þannig. Þetta gæti verið mjög tæpur leikur. Já. Ég held að fari mikið eftir bara dögum hjá þeim báðum. Ef það spila eins og þeir eru búin að vera að spila bara núna, þá var þetta bara nokkuð góður leikur Já. að mínu mati. Já, ég held það sé rétt hjá þér. Náttúrulega Sólrún Anna var í miðjum hörkuleik við Gerdu í gær þegar Gerda var fyrir því óláni að meiðast. Já, akkurat. Og á meðan að Lilja Bu spilaði við Örnu Karinni Jóhannsdóttur og vann svona nokkuð sannfærandi. Já. Samt góður leikur. Þetta var mjög jafnt þangað til bara í leikum. Þær eru svo báðar að spila aftur seinna í dag. Sólrún í tvíliðaleik og Lilja í tvendaleik. Já. Það er búið að vera smá leikjaálag en þær eru náttúrulega í toppformi. Já. Og stundum í báðum greinum sem það taka þátt í. Og munu leggja allt í þetta. Ég er mjög spenntur að sjá hvernig þessi leikur þróast. Ég líka. Það er alveg ljóst að við fáum nýjan Íslandsmeistara í einliðaleik kvenna. Gerda sem að meiddist í gær, hún hefur unnið síðustu 3 ár. Já, Lilja var náttúrulega í úrslitunum í fyrra líka. Já. Tapaði það á móti Gerdu. Mikið fyrsta rally. Vel gert til Lilju þarna. Hún er að taka hérna strax í fæði, 3-0, þegar fórustu. Við sjáum, þær eru báðar að pressa aftur á völlinn. Sjúklega gott það. Og vel gert það. Sólrún þarna. Fylgir vel eftir fram, pressar á netinu. Ræddi það áðan hérna við Helga og það virtist vera stundum eins og boltarnir væru smá hægir. Lyfturnar eitthvað stuttar, en sjáum það að þegar að núna er bara í byrjun leiks að þegar að Sólrún næri ekki alveg nógu langri lyftu þá er Vilja fljóta að refsa. Þarna er góð lyfta, önnur góð lyfta hjá Sólrúnu.
Já, vel spilað. Fannst Sólrún vera komin þarna aðeins í smá erfiða stöðu en hún leysti vel úr því. Kom sér aftur inn í rallið, langt rally. Lilja gerir að lokum mjög vel þarna á netinu. Já, þetta er sko gert. Bara að bíða eftir að einhver klúðri. Þarna setur líka Sólrún heldur vel áður hún lyftir og er ekki að sýna lyftuna strax. Og Lilja var meira þess að ekki viss þarna áðan. Og svo strax aftur langt rally hérna. Já, það virðist vera. Svo hann fái styttri. Óviss þarna. Lilja með mjög góð svona haldin klýr Já. sem hún nýtir sér mjög vel. Þetta er nokkuð jafnt hérna. Báðar stelpur finnst mér vera að spila bara mjög vel. Lítið mistök en svo koma tvær lyftir í röð. En mér finnst eins og þær hafa settlast á þær strax inn í leikinn. Það virðist ekki vera svona of mikið af einhverjum svona stresshöggum eða Nei, það virðast líða vel inn á vellinum. Gott rally á Lilju, nær að pressa Sólrúnnetið, fær stutta lyftu og sett hana gekk svo bara frá boltanum kannski helsti tæft beint á línu, sýndist mér. Já. En tekur fórstuna 7-5. Það var góð hugmynd til Lilju, brjóta upp spilið, en situr í netið, 6-8. Já. Eins og ég sagði áðan með boltana, þannig að hún smell hittir hann. Já. Og fyrstu viðbrögð að hann væri að fara langt út af, en hann svo bara Þetta er gott svar hjá Sólrúnu og ég held að hún þurfi að líka ekki bara pressa hana vel aftur, hún þarf líka að þora að taka þessi högg og sækja. 100%. Það virðist að vera svona uppleggið í byrjun leiks eins og þú sagðir. Já. Pressa hana svolítið vel aftur. Já. Þess þarf það líka að koma með þessa, má ekki vera einsleitt að breyta til og
frábært kött þarna. En í þessu rally þá var Lilja alveg að stjórna frá upphafi til enda. Sólrún var að bregðast við. Smá að elda boltan bara. Algjörlega. Nú er spurning hvað Kjartan segir við Sólrúnu hérna í hléinu. Munar ekki mikið á milli þeirra, en Lilja fer samt svona, hún virðist vera að taka frumkvæðið meira í rallyunum. Hún er að stýra þessu aðeins meira. Einmitt. Hún er að færa Sólrúnu. Það er erfitt að vera að elta og bregðast við. Svona líkamlega reynir meira á Sólrúnu, þannig að hún þyrfti kannski stundum að reyna að taka aðeins á skarið. Já. Ef að hugsar þjálfarann á Lilju, þá er það líklegast bara skilaboðin að halda áfram að þessu hún er að gera. Hún er að gera sér flötu klír, gefur Sólrúnu lítinn tíma. Er ekki að ná að fara undir hann eins og hann vill. Nei. Bakvönda meginn þá. Þetta eru aggressív klír hjá Lilju. Já. Sólrún dálítið heppin hérna, en hún vann sér inn fyrir stíginu. Já. Þurfti að klóra hann í bakkann. Sólrún að gera vel, hún er að breyta til. Já, óheppin bara. Óheppin hérna og einmitt, hún er svona sjálf ósátt við ákvörðunina að ýta. Hún getur haldið netinu, en hún þarf einmitt aðeins að reyna að komast úr þessum rytma þar sem að Lilja er að stýra öllu. Já, akkurat. Í 13. Sólrún heppin þarna. Lilja er búin að vinna sig úr, Sólrún var að stýra þarna. Lilja tók sneri, en óheppin að klára hann að flata út af. En ég held þarna í þessu rally, þá var Sólrún komin með svona smá tök á rallyinu. En í staðan fyrir að sækja, breyta til, þá fór hún í annað klír og þá var Lilja farin að grípa inn í. Ég held að hann þurfi að finna fleiri högga aftan. Við vorum búin að, eftir hlé, búin að vera að fá svolítið stigum og klúðrið hjá Lilju. Já. Þú bætast í umfórst hjá henni. Aftur. Þar Lilja passa sig að reyna að halda sig við sitt spil sem búið að vera að virka vel. Vera þolinmóð. Og bolti. Þetta er uppáhaldsætti hennar Sólrúnar. Þetta notar hún mjög mikið. Það gerir hún líka vel að grípa inn í. Þetta var lyktan, nei þegar klírið segi var stutt. Svona aftur. Já. Já, þetta gerist hratt, fór úr því að Lilja átti þægilega forystu niður í A14 og Lilja komin í 15-14. Já, ok. Þetta er högg spennandi.
öflugt. Lilja er að gera mjög vel þarna fyrir aftan. Hún er með þessi frábæru þáriskur og dropp. Já. Það er að fela mjög vel. Það síðustu nokkur rally hafa verið svolítið mikilvæg fyrir sjálfstöðstig hjá Sólrúnu. Hún er búin að vinna stig. Hún er búin að fá svolítið mikið af mistökum frá Lilju. Já. En hún er búin að vinna 2 stig sjálf sinni sókn. Ég veit að það sé svona lykilatriði fyrir hana ef hún ætlar að ná að þetta gerir Lilja virkilega vel. Passa aftur og klára sig. Já. Þetta var, já. Lilja er komin aftur í svona farþegasætið að stýra rallyinum. Fannst Sólrún koma sér vel inn í byrjun rallyisins. Tekur kannski búin að taka með 1-2 bolta, svo hún kom inn í forhundina fram og velur að krossa stuttan og selur bakhundina sína framhaldi. Svona aðeins spurning um að halda honum beinum eða bara pressa Lilju tilbaka í sína bakhund. Já, akkurat. Það er mikilvægt rally, 1916, langt rally, mikilvægt fyrir Sólrúnu. Þarna, ákvæmlega. Langt rally og að lokum er það Lilja sem að tekur frábæra bakhandavörn í kross. Fær hérna 4 settbolta til að taka það fyrstu lótu, 2016. Vel gert hjá Lilju. Bæði pressan niður í hornið og er svo alveg tilbúin að bregðast við klára. Hún er smá að eigna sér netið núna bara. Algjörlega. Sólrún er ekki ótt þar. Þannig ekki í fyrstu lótu. En það er búin mikið spil, mjög gaman að horfa á þær hérna, takast á. Ég held að kom þarna smá kafli hjá Lilju þar sem hún var mikið að mistökum. Sólrún græddi á 100% og kom sér alveg aftur inn í leikinn. Og ég held að ef að Sólrún ætlar að snúa þessum leik við núna þá sé það svolítið lykilatriði að reyna að halda frumkvæði og passa að þetta ekki of hægt tempó. Já, akkurat. Hún hefur verið að ná henni aðeins á hælana, Lilju, í 1 eða 2 högg. En Lilja er mjög öflug í því að snúa svo við dæminu. Ef það kemur aðeins hægara spil þá er hún fljót að grípa inn í og byrja að stýra aftur. Mér finnst að báðar vera að vinna með það að reyna að pressa hver aðra. Já. Að býða eftir styrka bolta til að sækja.
Þannig að það fer smá eftir bara hvor gerir það betur. Hvað fæst þér? Báðar stelpurnar með mikinn stuðning hérna í pöllunum. Já. Mikið stemning. Í byrjun leiks þá hefði Sólrún kannski valið að klíra aftur en þarna Já. velur hún að sækja á hana þarna, nummer 2. Það munurinn, hún má ekki, já. Mjög góð spyrnubolti. Hún að breyta til og sjáum Lilju verið að fara með stað aftur í hornið, búist til klírinu. Ég sé eitthvað smá Mögulega aðeins hægur. Stendur Lilja líka bara nokkuð inn á miðjum vellinum. Hann klírar hann tilbaka, stuttur bolti frá Sólrúnu. mitt. Sólrún kemur hérna ákveðin inn í þessa aðra lotu, 4-1. Ég ánægður að sjá Sólrúnu, hún svolítið að svara svolítið þessum spurningum mínum hérna. Já. Hún greinilega farið yfir það með Kjartan þjálfara sínum í hléinu. Já. Þá bara spurning hvernig Lilja svarar því þegar Sólrún breytir kjarnan þá. Ópen Sólrún hana. Já, ég held að það hafi verið góð hugmynd. Já. Svolítið boltinn sem ég var að tala áðan, það sem að Sólrún var að fara fram á netið og taka svona crossbolta. Heldur hann áfram pressunni niður í bakhöndina, heldur áfram að pressa. Þessi lykilatriði. Öflug þessi sóknur klír. Já, 100%. Spilur það vel. Sólrún slapp með þennan. Já, stuttlega frá henni. En Sólrún verður að passa að hleypa Lilju ekki inn í hleypa henni ekki inn í kvartarsæti aftur.
Nei, inn í bílstjórasæti segi ég. Af því að nú virðist vera Lilja eins og hún sé svona aðeins að peppa sig í gang. Hún að finna taktinn aftur í þessu annarri lotu. Þarna, vel gert. Það núna 2-3 stig alveg eins. Já, hún að finna þarna svolítið glufur þarna bakandamegin hjá Lilju. Hún munar líka í þessum rafbílum. Þarna þegar Sólrún fer að spila herri klýr tilbaka, þá fer Lilja að bregðast við og stýra aftur. Þannig að Sólrún þarf að passa sig hvað hún að gera fyrir aftan með klýrin sín. Eða velja annan klýr. Það að skiptast á að taka stigin hérna 7-9. Vel gert hjá Sólrúnu. Vel gert, vel fylgt fram. Þetta bara svona skólabókar einlega dæmi að pressa andstæðinginn aftur í horn, hreyfa til, koma úr jafnvægi, ráðast svo á næsta, ekki ráðast á uppgjöfuna sem að manni fannst áðan. Já, það sem að fannst áðan hjá einlega strákunum að það var svolítið mikið verið að ráðast að fyrsta og ekki verið að vinna nóg mikið með að koma úr jafnvægi. En Sólrún að spila betur hérna í annarri, komin í 11-8 í hlénu. Hún tilbúnari í klýrin hennar Lilju og pressuna og líka heppin með að Lilja búin að rúlla nokkuð í netið bara. Það búið að koma nokkur sóknarklúður hjá Lilju. Já. En mér finnst Sólrún líka að vera farin að spila betur úr sínum höggum fyrir aftan öll. 100%, hún meira að vinna sín stig. Já, komið meiri fjölbreytileiki í höggin hennar fyrir aftan sem að setur Lilju aðeins úr jafnvægi. Sólrúnu virðist líða líka betur með þessi löngu rally. Oftar að löngu rallyin sé að enda á því að Lilja sé að gera mistök og óþolinmóð kannski. Já, mögulega. Góður stæður Sólrún að pressa hana. Þarna. Þú segir, þetta svona svolítið núna ákveðin uppskrift sem að virka. Hún að einbeita sér smá mikið á bakhandar, bakhandamegin hjá Lilju. Sækir eiginlega bara þangað. Gott rátt. Virkilega vel gert þarna hjá Sólrúnu. Nú var að koma þarna. Þetta þessi fjölbreytt högg frá henni fyrir aftan. Það svona einsleitt fyrir lotunni. Nú þarf Lilja aðeins að vera á tánum. Það þarf ekki að missa þetta alveg frá sér, þessa lotu. Lilja, óöfinn þarna. Spilar virkilega vel, er að stýra. Sólrún líka gerir vel í að halda sig inn í rallyinu. Sólrún með 5 stiga forskot núna. Má við því að gera ein mistök, en
strax fyrir mistökin 15-9. Og pressa hjá Sólrúnu. Já. Þetta er alveg líka bara báðar komist. Sjáum samt að Lilja er svona aðeins óþolinmóð og sækir á fyrsta. 100%. Sólrún stendur bara og stýrir því strax bara sér í vil. Þetta má ekki öllu jafna, en hún er ennþá með 7 stig, þá sko 10-17. Breyta til, þetta er mjög jákvæmt í Sólrúnu, gerir Lilju erfitt fyrir. Mjög flott. Allt annað leikur núna í lotu 2. Ég held mjög erfitt að koma tilbaka í svona lotu, en fyrir Lilju það var rosalega mikilvægt að reyna að koma sér aðeins inn í spilið aftur, þó svo hún kannski sé ekki að taka þessa lotu, fara aðeins inn með aukið sjálfstraust. Mögulega 8. Þetta er þannig að Lilja er búin að svolítið opna vörðinni á Sólrúnu og setur hann svo út af. Mjög gott rétt. Fyrir Lilju skiptir þetta máli að reyna að ná nokkrum góðum rallíum hérna. Og Sólrún er farin að gera miklu betur í því núna að refsa fyrir aftan. Lilja bjargar fyrsta settstiginu en 12-20. Þetta er virkilega vel gert. Fylgir fram og mætir hátt á boltann. Og finnst svo tilfinningin svo að þó svo að Sólrún tæki núna næsta stig, þá er svona aðeins smá aukið sjálfstraust hjá Lilju. Eftir að fá nokkur stig í röð. En aftur út af hliðarlínu. Sólrún tekur lótuna 20-14. Við fáum 8. Já, miklu betra spil frá Sólrúnu hérna í annarri sem ég er búinn að tala um. Já. Er að setja Lilju í þá stöðu að hún er að bregðast við. Þannig að Lilja var alveg að stjórna fyrstu lótunni. Já. Að Lilja er svona búin að missa aðeins svo mörg sóknarhögg út af svona unforced errors hérna. Hún þarf að halda þeim inni ef hún ætlar að taka þennan titil í dag. Já.
Og líka svolítið eins og þeir báðar að leyfa rallyinu að spilast út, að vera ekki að drífa sig of mikið að klára rallyin. Vera þolinmóð bara. Já, bíða eftir rétta tækifærinu. Já. Lilja er búin að vera aðeins og óþolinmóð í þessari seinni lótinni. Alveg sammála því. Leið og Sólrún fer að breyta til og gera það aðeins út fyrir það sem að Lilja var vön, og verður hún kannski einmitt svona aðeins óþolinmóð eða stressuð hvað henni að gera. Umhverfilegt að vita hvað gerist í oddinum. Það er allt gerst. Já, ég tók með þess að smá kipp hérna í stólnum af því ég var farin aftur. Það sýnir hversu vel hún felur þetta. Síðan tekur hún ekki út af. Fylgir þau ekki vel eftir einu út af. Kemur Sólrúnu inn í lótuna. Já. Ótrúlega mikilvægt að byrja lótuna á því að lenda ekki í að elta of mikið, lenda ekki undir. Gott drop. Já. Svolítið eins og í fyrstu lótinni. Já. Sólrún nær að koma gott drop, pressa hans Lilju, svo ekki alveg nógu, fylgir ekki alveg nógu vel eftir. Hleypir Lilju aftur inn, hún gerir rosalega vel þarna. Þarna, fylgi eftir þessu. Já, Lilja skynsum þarna og bíður. Hún skilur freistinguna fyrir Sólrúnu að reyna að klára hana bolta. En ég held að maður vilja vita að maður ekki alveg í stöðunni til þess að klára Það ekki Sólrún aftur í fyrsta og konar aftur. Og því. Uppgjöfin kannski ekki góð og það kannski þær báðar að finna aðeins réttu lengdina á uppgjöfinu sínu. Það stundar yfir að stótti á réttum tíma. Fjögur fer í allt í aftarstað. Vel gert hjá Lilju. Nú þarf Sólrún að passa, hún missir ekki frá sér meira. Stutt uppgjöf. Gott klír hjá Sólrúnu. Þarna. Rally hérna. Já. Sólrún að bregðast við þarna. Já. Og góð dropp hjá Lilju. Góð dropp. Sólrún gerir vel í að halda sér inn í þessu rallyi.
Nokkur skipti sem hún hafði kannski sénsinn á að annaðhvort sækja og halda netinu eða pressa hraðar frá netinu. Þá eru lyfturnar svona aðeins varfærar. Þetta var svolítið, ég held að þetta hafi verið mjög mikilvægt stig fyrir Lilju. Hún heldur úti sókninni, þetta er tvíjafnir hana. En Sólrún þarf að svara. Aftur, ekki góð uppgjöf. Spurning hvort hún byrja að gera bara stutt uppgjöfnir Já. aftur. Eða oftar. Já. Vel gert hjá Lilju. Virkilega góð pressu klír hérna niður í bakhandina. Þegar maður er að ná svona momentum þá verður maður að passa, þetta verður bara í lagi. Já. Slaka á frekar að hafa aðeins. Next inn á. Basics. Já. Maður þekkir þetta stundum að maður leggur á stað og maður vill að boltinn úti, er það alls ekki. Nei, mitt. Kemur sér ekki inn í að fara að slá hann, Já. þó sem maður viti betur. Vel gert. Og það sem er kannski lítið séð í leiknum hérna með við strákunum á hann er að sækja einmitt bara aðeins inn á miðjuna, sækja aðeins inn á líkamann. Það er mikið verið að sækja bara til hliðana. Já, og eins og Lilja var svolítið að missa boltana út til hliðar á hann í sókninni sinni. Hún hefði mátt bara sækja aðeins inn á. Akkurat. En gott rally hér. Hún er alls ekkert hægt í þessu móti. Hún er sýnir hvernar hérna, 7-9. Vel gert. Það er að láta hver aðra finna fyrir þessu. Hún gerir þetta mjög vel. Virkilega vel og það kemur bara svona augnablикshik. Já. Hjá Sólrúnu, hvort hún ætli að eins og hún sé að hugsa hvort hún eigi að droppa eða reyna að kýla hann tilbaka. Augnablikshik og það er nóg til þess að Lilja kemur og klárar. Það er komið fram. Hún verður að vera alveg 100% ákveðin ef hún þarf að ná að losa sig úr þessari stöðu. Já. Netbrún tilbaka og Lilja leiðir í hléu 11-7. Mér líður eins og Sólrún eigi smá inni hérna í oddinum. Já. Ef við sáum í annarri lótunni. Vera örlítið ákveðnari í aðgerðunum sínum fyrir aftan. Akkurat. Og ná að vita af þessum pressuboltum frá Lilju. Já. Og hún þarf að reyna að losa þá eins og þarna boltin sem var inn í fórhundinu. Reyna að losa þá í krossi eða reyna að kýla hann tilbaka. Vera bara ákveðin í því, ekki hika neitt. Og það er bara að ná sér að koma sér undir hann. Já. Af því ef hún fer að efla boltan þá er Lilja alltaf mætt á netið bara. Stutt uppgjöf.
betra að sé stuttur og geta komist inn í leikinn heldur en að gefa út af. Það er rétt. Já, þessi til dæmis. Já. Új. Já. En gerir virkilega vel, eins og gott sem ég var að tala um hérna. Hún er stutt uppgjöf, er pressuð, nær að losa krossinn virkilega vel. Já. Og hann er bara alveg ákveðinn. Új. Samt að Lilja var að byrja að bakka. Já, ég held að tilbúin í lyftuna. þetta var 100% rétt högg Já. hjá Sólrúnu að velja. Það vantaði bara svona, eins og ég segi, það er svona, ég er bara ákveðinn. Það var svona eins og sé aftur þessi bolti. Já. Hann þarf að vera ákveðinni, það er svona smá hik. Það er nóg til þess að skilja milli hvort að þú fáir droppi yfir eða í netið. 14-9. Új. Góður bolti. Þarna var maður að hrósa Sólrúnu fyrir að gera nákvæmlega sömu höggin sem voru klúðrast á hann, en mætir, var ákveðinn, gerir þau vel, vinnur stíið. Má ekki fyrfast núna, þarf að trúa á þetta. Lilja að gera virkilega vel. Hún er að ná að pressa hana aftur. Já, hún er að stýra. Gerðina í fyrstu lotu. Rally hérna og Sólrún hendur sér inn í rallyinu, gerir vel, inn í leiknum, 11-15. Þannig þarf Lilja að vera þolinmóð. Og við sjáum þennan bolta, hann er ekki að drífa að tvílega sendilínu. Nei, Þetta eru stuttir boltar. mjög stutt. Styrkja hana líka er lítið að drífa yfir hana. Stendur mjög framalega. Við sjáum að Lilja er byrjað að færa þess aðeins meira bakhandina inn þegar hún sér Sólrúnu að sækja. Já. Új. Gert að losa pressunum, hún var að fylgja Mjög þetta. vel gert. Hún gerði vel í að losa sig úr þeirri pressu, snúa vörn í sókn. Þarna vantaði aðeins upp á þolinmæðina. Velur tekur ranga ákvörðun, Sólrún stendur klár og nær að refsa fyrir svona lélega ákvörðunum. Mjög vel gert. Vel gert á Sólrúnum. Gert við Lilju 17-13. Núna
3-4 smöss niður á bakgröndina á Lilju. Það er svona eins og hún sé, kannski Lilja sé að reyna að gera meira úr boltanum en hún þarf að gera. Já. Hún gæti. Sólrún er ekki einu sinni að sækja alla leið. Þetta er bara að breyta á hana. Já. Hlusti, 15-17. Þetta er mjög dýrt. Það þurfa báðar að leyfa rallyinu að spilast út, taka af skarið þegar að færi gefst. Já. Með hvort að vera of værukærar. 19-15 fyrir Lilju. Aftur velur stuttan. Það er bara tvíðaleg styrmið. Og uppgjörð. Gerir Sólrún vel, góð uppgjöf, hálöng. Setur Lilju vel aftur, en svo þegar hún fær sensin að fylgja fram, ekki nógu góð ákvörðun. Og nú var það Lilja eins og áðan, nú var Lilja sem refsaði. En nú er Lilja komin með möguleika, 4 sensa. Sautján 20. Góða boltar að fá þegar maður er undir. Þá sem efni 18-20. Sólrún. Vel gert að koma sér út úr þessu, mjög góður netbolti. Sækir svo bara beint á líkamann og stutt í lyftunni. Tekur þetta. Vá, ótrúlegur leikur, ótrúlega endarsprettur hérna. Og hálfsvekkjandi að það skuli vera svona bolti sem að klára þetta. Fyrir þessi boltar sem eru búnir að vera stuttir. Já. Og Sólrún lætur þetta. En já, þetta er mjög jafn leikur, góð leikur. Ótrúlega jafn leikur og ég held að eins og ég sagði fyrirfram, það var erfitt að segja hvað myndi gerast. Það fengum frábæran leik. Já. Ég held að þær geti báðar verið mjög stoltar af sína leik í dag. Svona eins og Sólrún byrjaði ekki nógu vel. Kemur tilbaka í annari, spila frábært bakvendun á köflum og eins fyrir Lilju, eins og hún byrjar rosalega vel, fær svo aðeins bakvið vegg, svarar í oddinum. Já, og smá taugar hérna í lokin þegar hún er komið með 4 bolta. En ótrúlega vel að þessu komin, Lilja bleið Íslandsmeistari 2026.
við þökkum fyrir samfélgið þessu leik og sjáum bikarinn fara á loft. Takk fyrir. Takk fyrir. Vel gert, Natalía. Verðlaunin afhenda Valdimar Írisson, bæjarstjóri í Hafnarfirði, Erla Björk Hafsteinsdóttir, formaður Hafnarfjarðarfélags Hafnarfjarðar, Willum Þór Þórsson, forseti ISÍ og Guðrún Björk Gunnarsdóttir, varaformaður Barnasambands Íslands. Og í öðru sæti var Sólrún Anna Ingvarsdóttir, BH. Íslandsmeistari í úrvalsdeild einhverjum kvenna 2026 Lilja Guð Jébjörn. Sæl og blessuð og velkomin á skjáinn. Það Vignir Haraldsson og Andri Broddi Broddason sem að heilsa ykkur. Við erum að fara að kíkja á úrslit í tvíliðaleik karla á meistaramóti Íslands 2026. Hér var að ljúka verðlaunaafhendingu þar sem að Lilja Bu vann í þriðju lotu 21-19 á móti Sólrúnu Önnu Ingvarsdóttur. En að tvíliðaleiknum, hvernig heldur þessi leikur verði, Andri? Já, það stefnir í æsispennandi leik. Þessi tvö pör hafa mæst í úrslitum á öllum mótum á þessu tímabili. Þannig að það má alveg... Já, fyrir utan eitt. Já, fyrir utan eitt. Það sem að strákarnir voru úti, Davíð og Kristófer að keppa. En fyrir utan það hafa Davíð og Kristófer sigrað alla leikina. En þeir hafa nú margir verið spennandi og það má búast við hörku keppni hérna, alvöru hörku badmintonleik. Hvernig heldur að leikurinn þróist almennt? Heldur þetta verði svona eins og við köllum þetta ping-pong eða svona flatt spil eða erum við að fara að sjá okkur löng rally? Ég held að menn fara varlega í byrjun. Kúlurnar eru búin að vera dálítið hægar á þessu móti. Þannig að það má búast við aðeins lengri rallyum og aðeins taktískara spili. Í staðan fyrir að smössin er ekki að drífa í gólfið, heldur er auðveldara að ná þeim upp og þá lengjast rallyin og þá verður taktíkin mikilvægari. Völlurinn verður styttri í þokkabót. Já. Það verður styttri og það er meiri hraði í leiknum, meiri fótaðuna, meira smössun. Já. Þeir nú, Davíð og Kristófer hafa nú ekki, þetta er nú ekki fyrsta skipti sem ég spila í úrslitaleik í tvíliðaleik á Íslandsmótinu. Þeir hafa nú sigrað þó nokkur ár í röð frá 2017, alveg frá því fyrra. Að undanskildu 2018 þegar Daniel Jóhannesson og Jónas Baldursson nöppuðu titlunum að þeim. En núna er Daniel að spila með Róberti og þeir hafa ekki ennþá náð að sigra Kristófer og Davíð á móti en þeir hafa náð nokkru lotum á þeim og þetta hafi verið prusspennandi leikir og það getur einhvern veginn allt gerst á þessu sviði. Já. Þetta er spennandi. Já.
Þeir sáu leikmenn hitu, Daniel og Róbert eru í rauðum treyjum á meðan Davíð og Kristófer eru í svörtu. Þetta myndirðu segja að þetta sé frábrugðið að spila í þessu húsi hérna í Strandgötunni heldur en TBR til dæmis? Já, það aðeins öðruvísi. Það hentar sumum betur en öðrum, en Svona tvílægleika almennt, kannski ekkert þannig séð því að það náttúrulega flattara spil og flattara lyftur og þess að það. En heilt yfir eru þeir búin að spila hérna frá því á 50 daginn, þannig að þeir ætti að vera vanir. Já. Já. Og nú, Kristófer ætti nú ekki að þurfa að hita mikið upp þar sem hann var að spila í einliða leik og var Íslandsmeistari í einliða leik í fyrsta skipti núna klukkan 1. Akkurát. Eftir frábæran leik á móti Gústa Nilsen. Já, það var ekki mörg mistök í honum. Nei. Hann hefur reyndar spilað í úrslitum á móti með minni Kára Gunnarsinni og þar vann hann eina lotu á hann. Já. Svo bara held ég að hann hafi sett einliða leikinn á hilluna þangað til í ár. Já. Það bara, hann birtist allt í hérna á mótaskránni núna í febrúar, mars. Þetta verður gaman að sjá hvernig þessi leikur þróast með að við, eins og við erum að segja. Þetta hefur vantað upp á lengd bara á lyftum og öllu þessu í mótorinn. Þannig að tvíliðarleikirnir kannski skiptir minna máli en rallyin verða mögulega styttri, maður veit það ekki. Já, við sjáum til, en ég get eiginlega bara lofað hörku skemmtun og alvöru hasar. Það fáum við bara góð gæði. Strákarnir nýkomnir af Evrópumeistaramótinu sem þeir spiluðu á í mars. Gekk svona. Já, apríl. Var það í apríl? Það var í apríl. Gekk svona upp og niður en heilt yfir. Bestu Spánverjarnir sem þeir spiluðu við og þetta var ágætis leikur. Já. Náttúrulega afrek að komast inn á mótið. Já, það er bara númer 1, 2 og 3. Nú gefur Davíð á Róbert. Það hefur við leik. 0. Leikið. Já, þarna sjáum við einn gallan. Já. Ljós í augu. Það er eitt í þessu. Þarna týndi Daniel kúlunni í ljósinu sem á það til að gerast hérna. Það kostar að kíkja mikið upp í loft. Eins og okkur grunaði mikið smassað. Já. Mikið smassað. En eins og við erum að sjá, þá eru lyftunar, sérstaklega hjá Daniel og Róberti, þær eru stuttar. Styttri en gengur og gerist. Þannig að það gaf Davíð allavega ítrekka tækifæri að smassa niður. Heiklust. Svekkjandi og kætandi fyrir suma og annað fyrir aðra. Flott stopp. Vel gripið inn í hjá Davíð. Aðeins og flatt hérna. Aðeins og flatt. Já, Davíð vel tilbúinn. Upp með spaðan, greip vel í hann. Grimmir þegar koma fram á neti. Já. Pressa hann upp og ná að sækja vel á hann. Sömuleiðis hinum minn. Já, góð móttaka hjá Róbert. Mætir hátt á hann og setur Davíð undir pressu. Þetta er svona eins og við köllum þetta í sportinu, svona ping-pong. Já.
Hann með tvílagleikin, það eru fyrstu 3 boltarnir sem eru svo gríðarlega mikilvægir. Já, ná að komast út úr þessu. Já. Ná lyftu eða löngum eða byggja eitthvað upp. Þessi vilinni. Við erum búin að sjá dálítið af þessu í dag, að fólki láta bolta fara sem er inni. Sem er inni. Það vill oft vera að hægist svona snögglega á boltunum stundum. Já. Vel pressað. Já. Tilbúin í þetta flick eins og við köllum. Eða langa uppgjöf. Virkaði ekki þarna. Fín vörn, gott rally. Vel mætt hjá Davíð leið og Kristófer fyrir upp í smassið, þá var hann mættur fram að grípa svarið hjá Róbert og Danna. Þetta eru sentimetramál sem að skiptir máli í þessu þegar maður er að verjast. Þetta betur. Sennilega úti. Já. Já. Ekki búinn að sjá mikið af þessu í dag. Eða ég heilt yfir á mótinu. Hún hefur ekki alltaf drifið þangað. Góð vörn. Hjá Kristófer. Þó að Dugði ekki til þó. dugði ekki til. 7-5. Eða 5-7. Já, þannig að það er bara fín byrjun hjá þeim. Það loga góður leik. Það lofa góðu. Rosaleg kross á Kristó. Góður kross hjá Kristófer. Skilur. Kom sér úr vandræðum og lét á í vandræðum. Já. Snýri taflinu við. Þarna sá maður að Kristófer vissi að hann væri mögulega úti. Kristófer fann það eiginlega bara strax þarna, hann hafi ýtt aðeins svo fast. Já. Gott að hafa dómara. Það hjálpar. Sókn hjá Kristófer. Þeir eru bæði lið svona gjörn á það að kannski stoppa minna boltan heldur en að bara reyna að verjast massinu með flötu frekar heldur en stoppum eða lyftum. Já. Og þannig verður leikurinn hraðari. Þannig viljum við hafa. Þannig viljum við hafa. Við viljum hafa hrað og aksjón. Stress í uppgjöfum, maður sér það þegar menn byrja að flikka meira og annað þá er Það er oftast þægilegra að flikka. Já, en það getur kostað líka. Það kostar líka. Það sá við dæmi hvað kúlan gæti hægst rosalega á henni að hún dreif bara varla yfir halvan völlinn. Og þá er refsað. Þá er refsað. Heldur betur. Já, þetta er búið að vera fínasti leikur. Kristófer og Davíð eru búin að vera með yfirhöndina en þetta er alls ekki búið. Daniel og Róbert eru ennþá í þessu. Refsað fyrsta lóta. Þetta er nú bara fyrsta lóta og bara 4 stig á milli. Það getur ennþá allt gerst. Hér sjáum við Atla að tala við Kristófer og Davíð og Jónas Svang að spjalla við Róbert og Daniel. Miklir badmintonspekingar. Já. Nú, hann Atli, hann er ekkert, þetta er ekki fyrst skipti sem hann er á þessu sviði, hann hefur orðið Íslandsmeistari í tvílagaleik með honum Kára Gunnarsson. Heldur betur. Og spilaði ansi oft við hann í innlegaleikúrslitum. Heldur betur. Maður man nú eftir ég að hafa verið gutti bara í þessari stúku að horfa á það og keppa.
smá misningu hjá Kristoffer og Davíð. Seinni hálfleikurinn byrjaður í þessari lotu, 8-11. Góð sókn hjá Róbert og Danna. Vel byggt upp. Ná að halda sókninni þó að þeir sé ekki endilega að reyna að skora öllum boltanum. Slá þá niður og við. Bara færa sig framar á völlinn og nær netinu. Bíða eftir að hinu komi lélegan bolta og þá klára þeirra. Létt að setja hann í gólfið og nálægt netinu. Frábær móttaka hjá honum Davíð. Þessi fyrstu þrír, eins og við vorum að tala um Jú, jú. áðan. Það er Gríðarlega alltaf, uppgjafarnar eru mikilvægar. Það eru helvíti mikilvægar í tvíliða og tvendaleik. Svipið spaði þarna finnst mér. Já. Það gerir ekki til. Það gerir ekki til. Það er til annar. Það er annar í vasanum. Ég hef nú verið til í að sjá í þessu rallyi og Róbert stoppaði eins boltan þegar hann var að sækja fyrir aftan. Og reyna að sækja á Steinn spaða. Já. Æ, maður veit það ekki. Styrtilegt, mættur hann það. Þeir eru einhvern veginn, maður sér það í spilinu, þeir eru með yfirhöndina, Kristoffer og Davíð, en Danni og Róbert er ennþá í þessu. Þetta er fljótt að gerast. Sérstaklega ef þú byrjar að klúra á svona uppgjöfum. Það er talað um ein uppgjöfuleik eða lotu í tvíliða og tvendaleik. Bannað að klúra uppgjöfu í einliða leik. Fimmtán 10. Þarna sjáum við dæmi hvað kúlunar getur stoppað í loftinu. Já, hygglust. Og þeir rauðklæddu nýttu sér það. Góð smörs. Þetta er það sem við viljum sjá. Æsilegt rally. Gott rally. Góð þolinmæði hjá Davíð þegar hann var í sókninni. Síðan á... Sækja bara niður og vera vel hreyfanlegur fyrir aftan. Já. Missa hann ekki fyrir neðan net bara. Já. Alveg mjög skynsamlega að spila. Ekki vera að reyna eitthvað á verfið sem getur klúðrast. Heldur bara að halda sókninni, bíða eftir góðu tækifæri. Þannig sá hennar vel. Já. 12-16. Hart smars. Þetta er vel séð hjá Bennaðum. Gott rally samt. Já. Kristoffer greip vel inn í hann. Alvöru skiptingar og alvöru hraði. Já. Þetta og 16 og munar 3 stigum. Þannig að það getur allt ennþá gerst í þessari lotu. Daniel gefur á Davíð. Við pressa á Róbert fyrir aftan sem nær ekki svarinu. Glæsilega móttöku á Daniel. Erfitt að ná honum svona þegar það krullast. Já. Á netbrúninni.
Þessi var næstu búinn að sleifa yfir. Stutt á milli. Stutt á milli. Það eru millimetrar. Sjáum þarna. Ég gef þetta að við bara halda pressu. Já. Ég kalla það bara gott hjá Róbert að ná þessari uppgjöf. Já. Þú breytir svo snöggt. Já, snögg. Já. Það var nú ekki frábær uppgjöf. Þetta gerist mjög hratt. Já. Alltaf sá Daniel við honum, Kristófer. Vel staðsett smals. Vel staðsett. 20-15. Beint á milli þeirra. Spaði hvergi nálægt. Já. Róbert sigraði Davíð við netið. 16-20. Nú eru þeir komin að baki upp á veggnum í þessari lotu. Þessi er inni. Glæsilegt högg hjá Daniel. Vel mættir. Ennþá leikur. Ennþá lota. Ennþá leikur. Þetta getur alveg fallið báðum megin. Gott rally. Þvílík vörn hjá Kristófer og Davíð. Báðum megin. Fallegt! Þetta er það sem við viljum sjá. Bæði pör fá tækifæri til að fá stigið en það dettur hjá Róbert og Daniel. Stefnir í æsispennandi lokaspretti í þessari lotu. 18-20. Ætli það sé flikk eða stuttur. Stuttur. Þetta Það mátti aldeilis endir á þessu. Líka glæsilegur Blæður og puttanum með Kristófer. Glæsilegur crossbotti á Kristófer í síðasta rallyinu. En slútið alveg. Já. Upp á 10. Hvernig fannst þér nú þessi fyrsta lóta? Mér finnst það bara fínt. Mér finnst það var alveg rally inn á milli, eins og við töluðum kannski fyrstu 3. Þarna nokkuð stig sem að hefði mátt kannski svona fara í meira rally. Þeir voru smá óöruggir í byrjun. Já. En þeir hrukku í gang síðan þegar leið á lótuna og við fengum fullt af góðum rallyum. Maður sá nú alveg í rallyunum, Kristófer og Davíð eru aðeins með yfirhöndina. Já, en Róbert og Danni eru ekki langt undan. Þá er mikilvægt að liggja vel í vörn og reyna að hreyfa þá svolítið. Já. Sérstaklega með svona hægar kúlur. Daniel er svo mikill dreifur við netið. Já. Ég hef verið til að sjá hann herja meira á það. Já, það eru alveg pælingar á bak við það. Og eflaust eru Kvangsið að segja það við hann núna í leiklíðinu. Já. Svo með að við líka spytingu hjá Kvangsa, þá er hann líklegast að segja honum að rífa sig í gang við netið. Hérna sjáum við Kristófer er að fá smá aðhlynningu, smá plástur á puttan. Þetta er eitthvað á puttanum á hann. Vonandi truflar þetta ekkert, þetta er á hægri hendin hans spaðahendin hans það getur verið óþægilegt. Já, með hvítt grip líka. Já. Getur orðið bara svona svolítið Halloween-stemming í þessu. Já, en það góða er að Kristófer er náttúrulega örfundur, þannig að hann kannski bara skiptir um hendi. Já, hann spyr sig. Já. Mögulega. Þá hefur við lotu 2. Davíð gefur á Róbert. Sjáum hvað setur í þessari.
Það er neti Kristófer. Þarna, eins og ég sagði áðan, bara hreyfa það vel þegar þeir eru að segja. Góð vörn hjá þeim rauðklæddu. Það getur verið hættulegt að flikka þegar leikmæðurinn sem þú flikkar á hann er að grípa inn í hann. Já, það er mikið list við að flikka svona uppgjöfum, þar sem að þetta þarf að vera hver sentimeter skiptir máli. Já. Góð sókn hjá Róbert. Þetta myndum við nú kalla helvíti léleg uppgjöf. Þetta svona, það gerist inn á milli. Já, þetta kemur fyrir. Hann Þetta átti til hann Róbert. Þetta er uppgjafirnar þurfa að vera mjög nálægt netbrúninni og þetta er svona hárnákvæmni sem að svíkum að stundum. Gott skall, Daniel. Góð vörn. Þarna vorum að tala um áðan. Danni myndi sækja meira við netið. Já, þarna vaknaði smá rifurinn í honum. Ná að grípa inn í við netið, það er alltaf lúxus. A3. Já, vel. Þeir eru að sækja svona. Þarna það sem við vorum að tala um. Já. Hreyfa á þeir eru að sækja. Hreyfa á. Þá verða þær örvæntingafullir og það koma mistök. Já, sérstaklega með svona hægum boltum þá er erfitt að klára hann. Þannig að bara vera þolinmóður í vörninni, leyfa hinum, það tekur meiri orku að smassa heldur en að verjast. Það gerir það. Gráður netið. Það getur verið dýrt, eins og þarna. Glæsilegur kross varnarbolti hjá Róbert. Mér sýnist þeir tóldi vera að pressa á Davíð fyrir aftan. Þeir vilja halda hana þar. Já. Stuttligt þar. Massi úti. 7-3. Erfiðar að ná honum þarna við netið þegar þetta er hratt spil, sko. Já. Það var Róbert full óþolinmóður í sókninni. Hefði mátt koma drótt þarna Já. til þess að koma sér í stuðu. Sérstaklega seinni boltinn búinn að næri ekki að slá hann jafn hátt og hann hefði viljað. En reynir samt að halda sóknina og það kostar það bara að hann skauti í netið. Góð móttaka hjá Danna. Davíð hafði engin svör fyrir aftan. Datt og jafnvægi þarna. Svekkjandi að ná þessu mikið inn á. Já, fínasta tilraun. Náði að skjóta honum fram hjá Davíð og Kristófer en rétt svo út úr. Þessi var nú aldrei inn á.
Það er nú aðeins, mér finnst eins og það sé aðeins hærra tempó núna fyrir loppinu. Já, það eitthvað spennað. Þeir eru að saxa niður forskotið Davíð og Kristófer. Ljósinn aðeins að rugla í mönnum. Já. Þú voru komin nokkri boltar hjá þeim rauðu aðeins í netið eða aðeins út af. Við þurfum að halda sinn á. Alvöru ping-pong badminton þarna. Glæsilegt platt spil. Vel séð hjá Brann að láta hann fara þarna. Glæsilegt flatt spil hjá Báðum liðum. 10-8. Það getur oft erfitt eftir hratt rally að ná sér niður Að senna sig í uppgjöf. og vanda sig í uppgjöfinni. Það getur erfitt og það reyndist þrautin þyngri fyrir hann Róbert. 9-10. Þeir eru byrjaðir að klúra dálítið ófara á bolti. Það er eins og sé að hafa verið að drífa sig upp í 11 eða Já, eitthvað. sem er stórhættulegt. Platt spil á það Já. sem að skilaði. Mjög vel gert hjá Kristófer og Davíð að koma tilbaka eftir að vera komnir nú þó nokkrum stigum undir. Úr 3-7 í 11-10. Já. Náðu að saxa hægt og rólega á forskot og eru núna konum með yfirhöndina. Í leikli. Það hafa Róbert og Daníel enga að tapa. Keyra á það. Og þurfa þau bara að skora næstu 11 stig til að koma sér í oddalótu. Það er boltanir hjá þeim þurfa bara að fara inn og í netið. Þeir byrjuðu aðeins þegar leið á fyrir helming lótunar að þá byrjuðu boltanir að fara í netið og Það var einhver óþolur með þarna. Þetta er vel varist og vel sótt. Þarna grimmur á netinu. Það er sem með þessu óþolur með. já. Þetta er eins Hún er eitur. Eins og ég sagði þá er Daníel rifur við netið en það getur kostað. Það kostar. Kostundum. 12-10. Gott svar. Glæsileg móttaka hjá Róberti. Erfitt að ná svona bolta inn á. Já. Eða bara hreint yfir. Já. Bara þannig. Svo hjá Davíð staðsetur smassið vel. Mikilvægt að smassa ekki alltaf á sama staðinn. Góð skipting á það. Og mættur.
Flatt spil. Sem enda með stíði á Kristoffer og Davíð. Já, þarna var Kristoffer aðeins með yfirhöndina í flotta spilinu. Þeir voru líka mættir báðir vel fram að netinu, þannig að það er erfitt að lyfta yfir á þegar það eru undir svona pressu. Núna þurfa Daniel og Robert heldur betur að spýta í lófana ef þeir ætla að sækja eitthvað úr þessu leik. Bra. Flott vörn og vel sótt sömuleiðis. Og gott dropp hjá Panna. Svona viljum við hafa þetta badminton. Glæsilegt spil. Sóknir á báða boga. Þess vegna erum við að horfa á þetta. Út af akkúrat þessu. Já. Þessi viljum bæði lið komast í sókn, verjast vel. Viljum fá meira svona? Meira svona. Meira svona takk. 15-11, Kristoffer og Davíð í bílstjórasætinu. Ekki alveg nógu gott hjá Davíð þarna. Nei, hann var með spaðan vill sem einn. Já. Það er bara að ná hann úr svo. Glæsilegur varnarbolti hjá mér. Mista hann aðeins þarna. Já. Þeir voru að búast við flutum en fengu stuttan. Fjögurra stiga munur. Ennþá leikur. Alveg ennþá leikur. Já, já. Þetta er lykill þegar þú ert búinn að ná þeim svona aftarlega í vörn að henda inn einu svona og vill svo til að oft lendir hann bara í gólfinu. Ráðast á svæði sem eru ekki að verja. Og Davíð. Það er alltaf þessi eftirfylgni af góðri uppgjöf sem að skiptir máli. Kristoffer gerði það vel. Vel gert. Bara að stoppa. Já. Það þarf ekki mikið meira á stundum. Þetta eru erfiðir boltar til að eiga við. Vel smassað. Alveg út í kantinn. Já. Sáum að Kristoffer greipar í tómt til að reynda að verðast þessu. 14-18. Menn sveittir í lóðunum. Nú þurfa Daniel og Robert að láta kné fylgja kviði. Gott rally. Kristoffer og Davíð voru komnir í vesen að ná að redda sér úr því og uppskera stig. Tvö stig í Íslandsmeistaratitil.
Eitt stig í viðbót, þá fá þeir 8. Íslandsmeistaratitilinn í röð í tvíliðaleik. Þeir ætla ekki að gera sér auðvelt fyrir. Ekkert gefins í þessu. Það er ekkert gefins. Þeir eru komnir með 7 í röð. Að fá 8. verður að teljast afrek. En það er ekkert búið. Það er ennþá leikur. Og hann er kominn. Og það er kominn. 8. titilvinnur af strákana í röð. 9. Davíð Bjarni og Kristófer Darri fyrra 21-18, 21-15. Þeir voru bara að skrifa undan í leiknum. Það verður bara að segja eftir svo. Það er bara glæsilega að spila hjá báðum Ja, þetta var bara þú fínasta vörn og skemmtilega rally inn á vellinum. Skemmtilega rally. Þriðjisleikur. Já. En við þökkum fyrir okkur. Við bara sjáumst að ári, bara vonandi inn á vellina. Já, vonandi inn á vellin. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Og Íslandsmeistarar í úrvalsdeild í tvíliðaleik karla 2026 er Davíð Bjarni Björnsson og Kristófer Darri Finnsson með Björn. Velkomin leikmenn og dómara í úrslitaleik í tvíliðaleik kvenna. Jæja, úrslitaleikir kvenna í Hafnarfirði.
Við heitum Natalia Stjánsdóttir og með mér Ragnhildur Kristjánsdóttir. Hvað finnst þér? Hvernig heldur þessi leikur farið? Þetta gæti verið mjög spennandi og skemmtilegur leikur. Tvær systur þarna frá Siglufirði. Sólrún og Edda, eða Hrafnhildur Edda. Það eru frá systur á móti hvor annarri. Hvernig heldur þetta fari? Ég held að það verði spennandi leikur. Já. Ég ætla að búast við löngum rallyum allavega. Já. Bæði lið eru með góða vörn. Já, sammála því. Og frekar jafna sókn finnst mér. Já. Þannig að þetta getur verið mjög spennandi leikur. Já, ég er sammála því. Skemmtilegt að fyrsta skipti BH í úrslitum. Já, það er geggjað. Við erum ánægð með það. Fyrsta skipti í sögunni þegar TBR er ekki með lið í úrslitum. Já. Sólrún og Una hafa verið áður í úrslitum á Íslandsmótinu og úrvalsdeild. Já. En þetta er í fyrsta skipti hjá Katlu og Hrafnhildi. Já. Í úrslitum. Þannig er mjög spennandi að sjá. Algjörlega. Það byrjaði sterkt. Sókn.
frábæra vel. Það var vel gert. Þetta náði hann að lesa vel. Ná að countera síðan sem Una getur drepið. Já. Mjög gott hvert. Þessi leikur snýst eiginlega bara hver tekur frumkvæði fyrr. Já. Eitthvað að sækja. Algjörlega. Opinn. Vinnina, hann var mætt. Já, hann var búinn að lesa þetta. Já, hann vissi hvert bolti var að koma. En vel gert hjá stelpunum. Betra alveg. Mjög gott rally. Vel sótt. Bæði lið mjög góður líka.
Það var vel sótt, kannski bara ekki á réttan stað. Já, Góðri stöðu. já, algjörlega. Já, dæmdur inni. Vel sótt hjá Eddu. Þessi fyrsti hluti að loti 1 hefur dálítið mikið snúist bara að pressa bæði liðin aftur. Já, bæði fyrir, Bíða eftir að annað parið sæki. já, bæði fyrir þolum að fá tækifæri til þess að sækja. Já. Gott að líf. Okay. Ég held að vera inni. Já, gott rally. Vel gert samt. Opinn. Vel spilað hjá Umi og Sólrúnu samt að ýta þeim aftur. Bíða þeim til að gera eitthvað. Vel gert. Þetta eru tvö mjög góð pör, aggressív á netinu sérstaklega þá. Þannig að þær þurfa bara að spila sig upp þannig. Já, Það er svona þannig að þegar þær fá boltann á netið þá er það eiginlega bara döður bolti. já, það er smá Á báðum pörum. Þá sérstaklega þegar Una eða Katla komast í boltann. Þess að þær spila mikið á netinu og Já. tvendaleik. Já, bæði mjög sterkar, eða sterk pör. Já. Það er búin að vera að flikka frekar mikið í dag. Já, Spurning hvort hann haldi áfram. já, Góður bolti, beint í miðjuna. Þær eru að ná að leysa sig vel undir pressunni. já, Auð. mjög.
Það frábært hvert hjá Sólrúnu. Óheppin, hún var mætt. Já. Vissi hvert hann var að fara en hefði kannski bara þurft að vera aðeins ákveðnari. Já. Eins og ég sagði, ef Una kemst á netið þá er þetta eiginlega bara dauður bolti. Mjög góður bolti. Breyta til og ekki vera að sækja alltaf á sama stað. Já, Ég held að það sem að gerir upp á milli parana. algjörlega. Mjög vel spilað hjá Kötlu Hrafnhildi. Það var líka vel gert. Það stóð ekki hérna. Með Hrafnhildi. Þær eru mikið að vinna með að ýta honum til hliðanna. Já, Þau beint í gólfið bara. já. Þær eru mjög góðar í því. Já, góð breyting. Ekki góður bolti hjá Sólrúnu. Mikið verið að pressa Kötlu aftur Já, sammála því. og góður bolti hjá henni. Flikki. Jöfn staðan. 16-17.
pressuning beint á milli þeirra. Mjög gott smash. Já. Mjög. Vel gert. Pressure clear, beint í miðjuna. Svolítið báðum megin þær vera að skora í miðjuna. Já, Aftast á vellinum. já. Mikið pressure clear beint á milli þeirra. Já. Sammála. Mjög vel gert. Breyta tempóinu, mjög vel gert. Staðan 20-19 fyrir Unna Sólrúnu. Mjög spennandi. Spottað. Dýrt stig. Sjótt. Vel gripið inn í. Langt rally. Vel andrali og við sáum að þær voru enda að pressa í miðjuna. Já. En aðeins meira vakandi fyrir varmegin. Báðar að bíða eftir tækifæri til þess að sækja. Og dýrt stig.
Mamma. Það er jafn aftur. Mikið. Góð bolti. Fer í netbrúnna og tilbaka. Það er sárt. Óheppnað hana. Já. Jóhanna gaf vitlausum stig. Ó. Góð mynd. Breytti til og skorði úr því. Í netið. Mér finnst lyfturnar hafa verið frekar stuttar í þessum leik. Clearinn er stutt, síðan kemur ein flöt lyfta út af. Já. Sammála því. En overall frekar stuttar lyftur. Við töluðum hvort að boltarnir væru hægir eða hvort þær voru bara slá stuttur. Já, meðan. Og dýrt. Já, þetta er dýrt stig. 25-24. Það er spennandi. Mjög gott smassi á Hrafnhildi. Og aftur búin að jafna. 25-25. Mikil pressa á uppgjöfinni núna. Já. Einust í yfir. Flöt uppgjöf. Björga henni samt. Já. Sólrún er að taka fyrstu lotina 27-25. Úff. Góð lota. Mjög góð. Já. Fá rally sem voru undir, ég veit ekki hversu margur haugum. Já. Mjög löng rally. Góður leikur bara. Já, mjög. Þetta er smá samt hvernig tvíleik hana er líka. Já. Mikið klíru, mikið droppum, síðan kemur smössinn. Löng rally.
einmitt eins og ég sagði áðan, bíða eftir tækifærinu Akkurat, að klára eða smassa. já. Snýst mikið þolinmæði, sko. Rétt. Þannig að Mér finnst eiginlega Sólrúnu vinna að vera þolinmóðari í leiknum núna. já, sammála. Oftar sem að Katla og Hrafnhildur eru svona go for it, bara. Sem hefur verið að virka fyrir þær samt. Já, algjörlega. Það er Gefa að þeim það. skora fullt af stigum með því að bara go for it. Já. Hrafnhildur er búin að vera með mjög góða staðsendingar á smössunum sínum. Já. Una og Sólrún með góða vörn líka. Mjög góða. Það verður spennandi að sjá hvernig seinni lotan fer. Já, hvort það verður jafn spennandi þessi eða hvort það breytist eitthvað. Já, einmitt. Bæði hver mættu breyta til í sókninni, bara svo að það sé ekki hægt að sjá alltaf fyrirfram hvað er að fara að gera. Já, Sem algjörlega. þær hafa verið að gera í nokkur rallyum, þessum Já. tóku kvettinn og allt það. Já. En bara breyta til, annars mjög gott. Og Sólrún byrjar að gefa upp á systur sína. A0. Ég er að gefa flata uppgjöf. Já. Aftur, það er bara óhefni. Það vantar kannski smá ákveðni í þetta. Já. Hjá henni. Ó. Öðruvísi fyrstu rally núna með við síðustu lótu. Algjörlega. Stutt Meira rally. mistökum. Já. Mikið unforced error. Já. Nú kom fínt rally. Vel gert hjá Una að stoppa hana af og þær fengu lélega lyftu. Og þá gat Sólrún klárað. Akkurat. Góð uppgjöf. Já, mjög. Stoppa. Góður bolti á Katli. Líka það Una og Sólrúnu í byrjun rallys. Ég kannski jinxa þetta bara með að segja að þessi rally voru styttri í byrjun. Koma að segja bara með eitt geggjað. Já. Bæði pör eru mjög góð líka að snúa vörnin í sókn. Já, þeir eru mjög góð í því. Vel gert. Sprengt upp hjá Hrafnhildi. Sprengist upp í boltann. Mjög vel gert. Aftur smassa innöndið. Hrafnhildur og Katla komna einu stigi yfir.
Mjög góð staðsetning á smassinni. Új. Vel gert. Góð vörn hjá Unnu. Já, það var vel gert. Mér finnst frekar eins og þeir sem eru búin að halda sér í vörn, frekar eins sókninni hafa verið að vinna rallyin. Já, Bara út á unforced error, þeir sem eru að sækja hafa verið smash í netið eða út af. einmitt. Já, Þannig ég veit ekki hvort það verið sniðug hugmynd að lyfta bara og halda sér í vörninni, Já, bíða eftir. spurning. En ég myndi samt segja að það væri frekar hjá Sólunarvinni sem þau eru búin að, Vinna úr vörninni. já. Já, ég samla þeim. Új. Góð vörn hjá Katlu. Já. Új. Hei. Ói. Neti og yfir hjá Unnu. Rottalega bolti. Frábært rally. Já. Heppnar. Já. Katla stokk held að væri bara fyrir netið. Já. Góður. Það er kannski mátt halda þessu beini. Já. Opinn. Gott rally samt. Já. Maður sér að þær eru, að bæði pörin eru að reyna að snúa Vörnin. úr vörninni. Já. Í sóknina. Já. Algjörlega. Mikið af krossum og stoppum. Auj. Maður sér líka oft koma einliðaleikshöggin frá sérstaklega Sólrún og Hrafnhildi. Já. Þar sem þær eru einliðaleikspilarar. Algjörlega. Og móttaka. Og Hrafnhildi. Milli boltinn. Vel ítt. Það getur verið úti. Það var vel séð. Já. Þú segir mikið af klírum droppum. Já, mjög mikið klír, dropp. Mikið dropp í kross. Já. Sem er mjög áhugavert. Það er ekki mikið séð Yfirleitt í meira beint. fílakvenna. Já. En kannski er það af því að við erum með 2 einliðaleikspilara Já, það getur verið. inn á vellinum. Mjög vel gert. Já. Góð vörn hjá Sólrúnu. Mjög vel gert. 11-8, leikli. Sá sem vinnur þennan leik er að fá sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil. Já, það er rétt. Hver vann aftur í fyrra? Arna og Sigga? Arna og Gerda. En Gerda spilaði með Unu. Já, Arna og Sigga þá. Já. Já. Þá var Drífa og Snjólaug í öðru sæti. Já, alveg rétt, já. Þetta er stóri leikur fyrir bæði pör.
Já, algjörlega. Og ég trúi því að taugarnar séu, að fólk sé stressað, Já. sko. Mjög. Ég er bara stressað að horfa á þetta, sko. Já, líka. Stuttlyfta hjá Hrafnhildi. Maður séð hjá stelpunum. Já. Flikka á Hrafnhildi, hún er búin að vera með góða móttökur. Já. Og góður staðar hjá Katli. Já. Sólrún er farin að flikka meira en hún gerði í fyrstu mótinu. Það var Katli flikki? Já, ég veit það. Jú. Góður staðar. Já. Það stóði aðeins og langt í burtu frá okkur annari. Já. Katla á Hrafnhildist á. Allt opið í miðinni. Það er að passa þetta. Sér það vel. Já. Vel spilað. Það vinna mikið fyrir stigunum. Já, klárlega. Röngrali. Vel gert hjá Sólrúnu og Katli. Já. Katla náði að klára þetta. Og kannski taka fram að Sólrún spilaði hérna til úrslita áðan í einliðaleik. Já. Æsi spennandi einliðaleik. Já. Það var bæði 8 á móti Lilju Bug. Og mjög vel gert, vel spilað hjá Sólrúnu. Já. Ítt honum og fekk hann akkurat það sem hún vildi fá hann. Og vel gert. Hrafnhildur var tilbúin í flikki. Já, ég var bara að segja að hún var búin að lesa Sólrún farin að flikka meira. Stoppukoss. Skella saman spaðanum og skjóta út af. Já. Gott rally samt, löng rally. Já. Aftur flik. Það var góður bolti. Þetta var vel gert. Já. Stoppa hann af í snæðin fyrir að fara, Þær sá, snæðin fyrir að go for it. já, Mjög vel hún gert. sá hvað þær voru búin að bakka mikið. Já, Það var vel gert. einmitt. Líka ekki að frysta að slá neti líka. Já, einmitt. Góð vörn. Já, mjög. Sextán 12 fyrir Sólrúnu Unu. Það var vel gert, já. Bæði pörin spila mjög vel. Já. Sérst að það er að spila ofta á móti hver annari. Já. Eða hver öðrum.
mikið að grípa inn í, lesa hvert þær eru að skjóta. Já. Góð bolti. Gott. Eins og þarna opnaðist miðjan aftur sem þær réðust á áðan. Það náði reyndar að bjarga því en ekki kom góður bolti tilbaka. Nei, einmitt. Þeir náðu að vinna sig fram á netið í sókninni. Sjúklega vel spilað. Katla kemur líka með svo góð kött og dropp. Já. Fimm stiga munur. Áhöfn, dýrt stig. Góður staður. Já, veldig gott. Aftur að liðin að styttast. Já, einmitt. 2013. Það er að tala saman. Hættulegt. 14-20. Bara um blikki. Ég veit ekki, jú. Geggjað, til hamingju, gottur. Sólrún vinna Íslandsmeistara Tíðlega kvenna 2006. Já, bara innilega til hamingju fyrir þeirra. Þakku, já. Fyrsti titillinn í hús. Já, huge. En við þakkum fyrir okkur. Já, takk fyrir okkur. Þá skellum okkur í verðlaunafhendingu í Tíðlega kvenna og eins og áður þá afhenda verðlaunin Guðrún Björk Gunnarsdóttir varaformaður BSÍ, Valdimar Víðirsson bæjarstjóri í Hafnarfirði, Edda Björk Hafsteinsdóttir formaður Barnafélags Hafnarfjarðar og Vilhjálmur Þór Þórsson forseti ISÍ. Og í Tíðlega kvenna þar í öðru sæti Hrafnhildur Edda Ingvarsdóttir og Katla Árnarsdóttir BH. Og Íslandsmeistarar í úrvalsdeild Tíðlega kvenna 2026 eru Sólrún Anna Ingvarsdóttir og Unar Örvar BH.
Þá hef ég við síðasta úrslitaleik dagsins og við bjóðum velkomin leikmenn og dómara í kvendaleik. Gjörðu vel. Koma hérna inn á síðasti leikur dagsins. Það eru úrslit í tvendarleik, meistaraflokki. Leikmenn eru Davíð Bjarni Björnsson og Arna Karin Jóhannsdóttir KPR. Gott klapp í mikrofóninn. Stefán Guðbjörnsson og Lilja Björk KPR. Sólveig tómgæslunni, klikkar ekki. Já, Arna sé með marga leiki undir beltinu. Já, hún er þrautreyndur dómari, lætur ekkert fram hjá sér fara, stendur föst á sínu. Heldur betur, heldur betur. En ég heiti Sebastian Vignisson og með mér hérna er Róbert Þór Henn, silfurverðlaunahafi í tvíliðaleik karla. Já, ég Hamingju með það, byrjum bara á því. Já, ég segi að takka. Ég ætla ekkert að tala um hennar tvíliðaleik eða hvað máttu betur fara þar. Reynum að fókusa á hennar tvendarleik sem er framöndan. Já, við erum komin í tvendar. Fáum góðan leik hérna. Það er einu sem við biðjum um. Síðasta leikur dagsins. Já, síðasta leikur dagsins. Þetta er mín uppáhaldsgrein. Það er svolítið. Já, alveg klárlega. Það er svo mikil taktík í þessu. Það er náttúrulega, í grunninn snýst þetta svolítið að koma stelpun undir pressu. Já. En þessar stelpur sem eru með hérna í dag eru bara það góðar og það er bara erfitt að koma þeim undir pressu. Einmitt. Sjáum hvernig þetta gengur hjá þeim. Davíð er búinn að spila einn tvíliðaleik, Einar ferskur. Já. Ekkert búinn að spila í dag. Er svona í grunninn einliðaleikspilari. Davíð er meiri tvíliðatendar. Og Arna er auðvitað svona meiri tvíliðatendarleikspilari í dag svona síðustu ár. Það er svolítið gaman að sjá, þú veist, eins og Lilja er líka búið með einn leik í dag. Hún hreppti Íslandsmeistaratitil í einliða kvenna. Og gaman að sjá hvernig svona, þau eru bæði svona þannig séð einliða spilarar, geta að spila samt vel tvendar saman. Já. Það var langur leikur hjá Lilja á hann, þannig að spurning hvort hún sé eitthvað aðeins þreytt. En hún er nú bara rétt tvítug, þannig að hún hefur orkunni í að spila 2 leiki saman daginn. Fólk í fantaformi. Já. Davíð og Arna, þau hafa nú unnið þetta tvisvar, 23 og 24. Já, einmitt. Svo voru Kristó og Drífa sem unnu núna í fyrra, 2025. Það er rétt, mér leiði eins og Davíð og Arna höfðu unnið í fyrra. Nei, en svo var Drífa núna hljóta viðurkenningu fyrir að vera besti female senior player. Akkurat. Þannig að hún komst ekki hérna í dag og Kristó fiskaraði sig innleiðar með þeim afleiðingum og hann bara vann. Heyrðu, ég er búinn að vera að peppa niður í allan vetur. Ég er að taka smá kredit fyrir þetta sko. Já. Það er búinn að vera að peppa Kristó í allan vetur að keppa í einliða. Bara grunn var það til þess að fokka í Gústa sko, en svo bara fór hann að gera það og var allt og góður. Grín sem gekk allt og langt. Já, gaur. Þetta var helviti gott. Óskum honum til hamingju með sigurinn sjálfsögðu. Já, maður eiga það. Hann er ágætur í bámdórstökkunni. Já, ég átti hérna spjall við Gústa áðan og var einmitt að spyrja hvernig var að spila mótunum og hann er að segja að hann spila svo alltaf börjuð sem allir aðrir einliðaleikspilarar. Hann spila bara tvíliðaleik í einliða sko. Já. Maður sá þegar hann náði að pressa hann fyrir aftan, þá var hann bara mættur sem fremri maður í tvíliða. Já, nákvæmlega. En að þessum leik. Já, nákvæmlega. Það er vist úrslitaleikur að byrja hérna. Já, úrslitaleikur að byrja. Heldur betur. Taka oft svona nokkrar eina uppgjöf á mann til að finna aðeins fyrir þessu, finna fyrir vellinum. Jú. Það getur verið smá stress, náttúrulega Einar og Lilja að spila fyrsta sinn í úrslitum í tvendar. Já, þetta er þeirra fyrsta skipti í úrslitum. En lögðu reynt par í undanúrslitum, Róbert og Vinnu. Það er rétt. Ég er svo fljótur að gleyma hverju var að spila í undanúrslitum. Já, ég var að renna þessu yfir þetta. Já, þú var að gera heimavinna. Það við ræðið Sólveigu. Ég held að hann var að kvart yfir ég talaði hátt en það var ekki svo. Það heyrist ekkert í þér. Nei, já, gott.
Ég heyrði allavega ekki í Andra á Vigni hana þegar ég var að spila. Nei. Já, Kristófer ekki hættur, hann kominn í þjálfarastólinn. Já, það var líka gaman að sjá hvað þeir eru nánir. Þeir bara tvílega bræður hérna. Þessum tvíburunni maður, þeir eru eins og eldgömul hjón sko. Þeir skjóta á hvernig og rífast og hafa gaman að því á sama tíma sko. En lok dags það verður aldrei að fara að skilja. Nei, nákvæmlega. Það er allt á léttu nótum. Óeðlilega mikið af svona unforced error hérna í byrjun. Já, þetta stressi byrjunleiks. Já, ég var allavega mjög stressaður að spila fyrir svona mörgum áhorfendum. Já, algjörlega. Það er gott ráðbeginu. Það stressandi en á sama tíma ógeðslega gaman. Maður peppast upp við það. Já, þú hefur reynsluna. Ég að láta mig dreyma. Einn daginn. Já. Góð staður einar hana, inn í völlin. Það er ríkalega bratt líka. Já. Lilja og Einar bara, 20 árin held ég. Já. Davíð Arna, töluvert reynslu meiri. Davíð aðeins að hvart undan sjá ekki boltan í uppgjöf. Það verður víst að... Já, Lilja fyrir. Já. Já, það var svoleiðis. Er það svoleiðis? Það má ekki fela á bakvið kvartinn? Nei, þú verður sem sagt að sjá boltan í uppgjöfinni. Langt síðan ég hef spilað tengdaleikmaður. Reyndar við Gerda spiluðum hérna fyrir 2 árum en svo hef ég ekki spilað bara í 10 ára eða eitthvað. Þetta er skemmtileg grein. Þetta er nefnilega rosa skemmtilegt. Það eru allir mjög graðir á boltan og það verður að pressa þetta mjög hratt hérna. Já, einmitt. Það vantar svona aðeins meira. Já, kannski aðeins svo mikið lokkið. Meiri ró. Vel spilað hjá Örnu og Davíð. Það að losa sig undan pressunni, það er mjög gott að reyna að koma stelpunni fyrir aftan. Hún ógnar kannski minna í sókninni. Nákvæmlega. Og besta staðan í þessu er að hafa hana fyrir framann og vera tilbúin að grípa inn í. Já. Strákurinn yfirleitt með þyngri smöss og ógnar svolítið meira. Algjörlega. Þetta er pínu óvanalegt. Ég sjá svona marga boltar rætt í netið. Já. Ég tala bara fyrir sjálfum mig sko, hvað kúlunar rosa fljótar að hægjast. Maður þarf að koma rosalega mótið þeim. Ég held að það sé hluti af því af hverju það er svona mikið klúður. Það er svona einhvern veginn stoppa í loftinu sko. Maður þarf að stíga á móti. Þetta eykur svolítið á klúðrið sko. Já. Það eru rosa fljótar eitthvað að hægjast og þessar kúlur eru rosa viðkvæmar. Þetta eru alvöru fjæðrir á kúlunum og hérna það er mjög mikilvægt að halda því réttu rakastigi. Það er hægt að kaupa sér raka skápa undir þess. Þannig að það endist lengur. Já, nákvæmlega. En þrátt fyrir það, eins og við erum með góðan rakaskápa til BR, þá er þetta bara rosa misjafnt eftir boxum, hvernig kúlunar eru og sendingum. Þó við séum að stilla heilstigið rétt sko. Það er Takk. Já, vel gert Davíð, vel gert Arna. Þetta geti þess vegna bara farið eftir mataræði hjá öndunum eða eitthvað sem... maður veit ekki. Þetta er svo furðulegt sko. Það er áhugaður punktur. Athuga það. Vel gert hjá Lilju að koma sér aftan og fram á netið eins og þú segir. Hún opnaði þessum bolta vel. Það er þetta að setja hann svolítið út í kantinn. Já, algjörlega. Flott rally. Það er alveg einstaklega erfitt þegar boltinn lendir svona í netbrúninu og rúllar yfir að
reyna að ná góðri lyftu þar sem að ef þú slærið í feðrina þá fer hann bara eitthvert. Heldur betur. Vel gert til Lilju einur framan af en gott hjá Davíð Örn að snúa þessu við. Vinna sig úr vörn í sókn. Hverju stígi fagnað? Já. Þau skiptaðist öll máli? Stig er stig. Stig er stig. Nei, að vera komin svona langt að þá skiptir þetta allt máli. Þessa reynar Örnu aftur. Vel gert Davíð. Vinnur vel úr þessu. Já. Flott svar hjá Davíð. Davíð er svolítið að finna milliboltana þarna á milli þeirra út í köntunum. Já. Hún að skora nokkuð marga þar í gólfið. Heldur betur. Gert hjá Lilju. Setjast út á og bíða eftir næsta. Sterkt fyrir hann að ná inn svona stíð. Þetta er æsispennandi 10-9. 11-9 leikli, eins og Sólveig segir. Já. Flott leikur, fer vel af stað. Leikmenn fá nú 45 sekúndur. Já, 60 sekúndur. 60 sekúndur í leikli þegar það er í 11. Já. Og var ekki 100 sekúndur milli lóta, já, nákvæmlega. Þjálfarar má tala við leikmenn í 40 sekúndur og svo þurfa þær að gera þessi tilbúna. Það er best að koma inn bara svona 1-2 taktískum punktum. Það er ekkert verið að, má ekki vera mikið meira en það til þess að fara yfir í leiklið, sko. Já, það getur verið svolítið mikið að fara, ef þú talar ómarga hluti, þá fer svolítið mikið í rugg. Já. Það er að skerpa kannski á, tveimur hlutum. Aðalatriðunum, sko, nákvæmlega. Sjáum Atla og Rögnu vera með einu og Lilju og Kristófer með Davíð Örnu hérna. Já, hörkuleikur. Vonandi að fá áfram jafnan leik. Já. Þetta er allan að lofa góðu framan af. Já, heldur betur. Leikmenn petta er. Gróttu einu. Já. Hann sá hvað hann var grimmur á móttökunum. Já, heldur betur. Hann er í stuði núna, hann ætlar að skora. Heldur betur. Hann er ungur og kraftmikill drengur. Já. Hoppar hæð sína hana fyrir aftan. Ég vildi að ég væri svona góður að hoppa, sko. Ég get ekki logið því. Gaman að hoppa hátt. Þú ert flatur á Davíð. Einmitt þarna að pressa stelpuna aftur. Algjörlega. Davíð er alveg hrikalega góður í að fela höggið sín. Og maður veit aldrei hvað kemur fyrir bara á síðustu sekúndu. Nei, nákvæmlega. Það er rétt úti. Það getur erfitt að vera línuvörður maður. Já. Rosa hratt, sko. Þetta er hrikalegur hraði og er ekki talað um að í föstustu smössunum þá er kúlan að byrja að ferðast á einhverjum 400 km hraða. Þetta er daginn, 400 og eitthvað. Jú. Já, honum hann Ranki Reddy, hengdurinn. Svílæðilegs spilarinn. Svakalegur hraði, en hægist vissulega hratt á, samt ekki, hægist ekki neitt á þessu. Hraðast spaða íþrótt í heimi, takk. Við erum að eiga það einu. Já, nákvæmlega. Já, Davíð Örn aðeins að stíga fram núna. Já, reynslan að segja til sín. Já. Davíð. Já, hann
Þetta var mjög hreyfanlegur í þessu rally og var bara í öllum boltum. Kúlurnar og fljótur að vera hægar. Það er aðeins auðvitað fyrir menn að stíga fram og mæta boltan. Frábært svar hjá Einari. Það var alveg klassískur tvendar millibolti hérna í móttöku, ít á milli. Heldur betur. Langt fyrir strákinn að teygja sig, þetta rétt fram hjá stelpunni. Svona prótokól svar hjá Einari. Já, þetta var bara skólabókardæmi. Davíð með geggja feluhögg. Hann er ánægður með þetta, hoppar 10 sinnum, fagnar. En það má vera það, þetta var fallhögg. Ég sá þetta ekki koma. Nei. Rétt úti. Með hérna 6 línuverði sem að dæma línurnar. Þetta er oft í svona úrslitaleikjum. Þá eru fengnir yngri iðkendur til að dæma línurnar. Og Eirík Valur með þennan alveg á hreinu. já, sem sagt í uppgjöf þá er það fremri línan sem þarf að hitta inn fyrir. En leið og uppgjöfin er búinn þá er allur völlurinn í leik. Í spili, já, nákvæmlega. Þetta er svo gott sem komið hérna í fyrstu lotu. Það er samt svo oft sem fólk fer einmitt að hugsa þetta sé svona komið og þá fær hitt liðið oft nokkur stig. En með 8 stiga forskot, þá getur það komið. Maður hefur nú alveg lent í því að vera nokkrum stigum yfir, 20-12 og rétt svo vinna 22-20. Það er þetta skellur. Já, fyrsta lota nokkuð örugt svona eftir 11 hjá Dagurnu. Þau bæði lið svolítið að þreifa fyrir sér og hérna. Það var 11-9, er það ekki, framan af? 11-9 í hlé. Endar 21-12. Helviti öflugur seinni hluti hjá Dagurnu. Virðist vera að Kristófer viti eitthvað hvað hann er að segja. Já, ég veit ekki með það reyndar. Hann ætlar að tala mikið með höndunum og það er gaman að horfa á hann tala. Hann er helviti æstur þessi gæi, sko. Hann er nýbúinn að skila lokaritgerðinu sinni, hann er alveg ekstra peppaður, sko. Já, nýbúinn að skila lokaritgerð og nýbúinn að sækja Íslandsmeistaratitil. Fyrsta sinn einliðaleikurinn. Hann er verið vel peppaður. Við verðum að fara að varlaði með hann í kvöld. Já. Ég heldur reyndar að hann verði það þreyttur, hann verði fann heim bara kl. 10. Já. Það er lokahóf í kvöld, uppgjör á tímabilinu. Já, lokahóf á BSI, nákvæmlega. Þetta er, fyrir mig hápunktur ársins. Já, þetta er ógeðslega gaman. Þetta er allt sem áður var. Það var náttúrulega, bara fyrir 3 árum byrjaði þetta Íslandsmótið byrjaði sunnudaginn 1. og kláraðist á laugardegi og BSI með lokahóf á laugardagskvöldinu. Hérna eins og þetta var alltaf. Það var kláraðist mótið á sunnudegi. Svo var eitthvað að fara út að borða og svo einhver af Íslandsmeisturunum þvingaður í að halda partí á sunnudagskvöldi og bara vinna daginn eftir og alvöru vesen. Það er nú ekkert einhver brjálu stemning í því. Nei, langt frá því, sko. Þannig að það er svolítið gaman að leyfa fólki að fagna sem skilið að fagna. Og líka án þess að þurfa að halda partí heima hjá sig, sko. Þetta er bara frábært framtak af BSI, flott fyrirfélag á mótinu núna. Jæja, önnur lota. Vonandi koma Einar og Lilja með jafnari lotu núna, bara svona að gefa okkur jafnan úrslitaleik. Það verður að skemmta þessum áhorfendum sem hingað eru komnir og ykkur heima. Vel sé hjá Davíð. Á þessu leveli þá er þetta bara sentimetrar. Of mikið til vinstri þá er þetta bara auðvöldu bolti að taka. Of mikið til hægri þá er þetta út af nákvæmlega. Aftur vel séð á Lilju. Uppgjöfin aðeins stutt fyrir Örnu. Opin ána. Vel lesið, vel staðsett. En það getur verið ég allan lendi mikið í því að vera óspenntur því ég er búinn að gera allt rétt og klúðra svo högginu. Getur verið erfitt í svona lunga rally, sko. Já, út á hlið. Alveg óþarf Einar lyfti út á hlið hérna, sko.
Það pressa Lilju mikið eftir bara í hverju tækifæri. Hann búinn að vera að ná að stjórna spilinu svolítið núna upp á síðkastið. Hoppar á netinu og fer inn á. Getur verið pirrandi. Það er erfitt að reikna með þessi hendi inni þegar hann snerti netið. Nákvæmlega. Þetta sýnir líka bara hvað uppgjafarnar eru nákvæmar. Þetta hár nákvæmt. Gott smass hjá Örnu og ekki vera fagn. Hann stuði. Þetta sálran íþrótt. Það þarf að öskra og fagna. Új! Vel spilað hjá stelpunum. Vel spilað stelpunum aftur hann að Lilja setur hann eitthvað yfir. Rosa erfitt að svara svoleiðis boltinn. Það þarf að sópa eða þurrka svita af gólfinu. Það leikmenn falla niður eða snerta gólfið með líkamann og þá kemur svita á gólfið. Já, mótturnar, en þetta eru góða móttur, gott grip í þeim, en leið og þeir verða blautar þá geta þær orðið mjög sleipar sem bara hættulegt fyrir leikmenn. Já, heldur betur. Það er góð byrjun hjá Einar og Lilju, Svenni. Já. Sjáum hvort ekki geti haldið þessu gangandi. Hann einmitt. Netið úti núna meðan hann hoppaði netið inn á síðast. Þetta eru svona split decision ákvarðanir sem þarf að taka á millisekúndum. Frábært rally. Einar mjög þolinmóður. Já, ég held að sé líka að kúlum er það hægar að það er oft bara betra að droppa en að smassa. Já. Fyrir en að þangað til að boltinn er komin alltaf fram á völlinn til þess að smassa. Já, Lilja náði að halda pressunni gangandi. Já, þetta var vel gert hjá Lilju að halda hana. Þau reyndu að setja millibolta sem hún náði að ýta yfir til að fá lyftuna fyrir Einar. Já, gott svarið Davíð. Allir sendum fingurkoss, ég er ánægður með það. Var þetta á þig eða var þetta á mig? Þetta var, já, ég tek þetta til mín tek þetta til mín. Svakalegt högg bara Davíð. Spaðinn alveg kjur og kúlan neglir þvert yfir völlinn. Hann hótar beinu lyftinu en pumpar hann í kross. Þetta er svakalegur kraftur úr lítillir hreyfingu. Gott högg hjá Einari. Já, aftur frábært svarið Davíð. Aðeins að háar upp hjá hann á Einari með hann. Já, en hann var með hann aðeins og lágar síðast, netið og yfir og netið og í gólfið. Nákvæmlega. Þetta er mjótt á mununum aðeins. Mjótt á mununum, sérstaklega á móti svona strákum sem eru svona grimmir á netið. Já, nákvæmlega. Í móttökum. Nákvæmlega. Þvílík vörn hjá Örnu. Þegar Arna fór út í Danmörku, þá hefur hún verið bara langbest í vörn í tvílað sendar af öllum stelpunum. Það var frábærs. Já, Einar og Lilja sóttu. Þau náðu varnarsigri í þessu stigi. Gott Arna að pumpa honum yfir í kross úr vörninni. Já. Lendir strákurinn oft í því að þurfa að hlaupa þvert yfir völlinn og tekur hann neðarlega, þá kemur boltinn upp á við. Nákvæmlega. Jafnleikur, þetta er betra frá Einar og Lilju.
Það er hérna flatur í krossi á Einari. Setur þetta upp. Stillir upp lyftunni fyrir sig og klárar þetta með stæl. Frábært á Lilju að lifa vörnin af og svo geggja smassi á Einari undir öxlina hana. Já, þarna hitti Arnar með rammanum í vörninni. Oft náttúrulega að koma mikil í ferð og maður reyna að sveifla spaðanum á móti og oft hittir maður með rammanum. Ég er sérfræðingur í því. Ég er algjör sérfræðingur í því. Það er þetta gott. Það var gott að vera sérfræðingur í einhverju. Já. Þetta er kannski ekki besta greinin til að vera sérfræðingur í. Nei, það er einhver að taka þetta á sig. Það er einhver að taka þetta á sig. Ég er að sjá það núna að Einar og Lilja er í helviti flottum bólum, sko. Þau hafa 100% fengið að keypta út í Kína. Þau voru saman í Kína daginn. Já, nýlega komið frá Kína. Já. Ég hef nú verið þar sjálfur. Já, ok, einmitt. Bara vinnutengt. Já, einmitt. Þetta er eitthvað sem allir verið að prófa. Já, ég fór fyrir örugglega 14 árum. Það er ansjáð. Þetta er gaman. Svo er spurning hvort að Arna og Davíð séu í bólum sem eru, jafnvel eldri bara en Lilja og Einar. Það er alltaf að retro look á. Já. Og ég hef spilað lengi í þessum bólum. Já, ég man ekki alveg hvað áður þetta kom út. Nei. Aðeins að laga netið í spaðanum. Allt er flött lifta í Einari. Það er skemmtileg staðreynd fyrir þá sem voru að velta því fyrir sér. Þá eru 10 metrar af string til að strengja spaða. Já, einmitt. Það er merkilega langt. Já, nákvæmlega. Og upp inn í móttökunni. Það er skemmtileg staðreynd. Ég hef ekki pælt í því. Nei, það er nefnilega 20 centimetrar, alveg 20 sinnum. Já. Þess og kruss. Einmitt. Já. Frábæri vörn. Já. Óöllin Lilja. Já. Með hennan, en sjá hvað Einar er að hoppa hátt. Það er svakalegt. To be young again. Já. Hann lét hann bara sleppa. Já. Á langt. Já, þetta getur verið svolítið erfitt að sleppa því að taka bolta í svona leik. Því að þú getur ekki hort á báða staði í einu. Nei. Góð vörn. Frábær vörn hjá Einari. Svona pressa bara rétt yfir netið. Já, þau eru nú aðeins að stríða en svolítið meira núna í þessari lotu. Þetta er jafnari leikur núna. Það sé vel út á hlið. Fyrir áhorfendur heima hefðu þeir getað sagt hvor var inni og hvor var úti. Það var mjög svipaði boltar. Einmitt. Og Davíð hittir hann í netbrúnina, stoppar ferðina á kúlunni. Það er erfitt að hitta hennan tilbaka. Dýrt klúður. Það er búið að vera svolítið stutt rally núna. Þetta fá eitt gott. Það heldur áfram. Badminton er svolítið eins og er alltaf verið að segja henni. Þetta er alltaf fyrstu 3 boltarnir. Látum við ekki að. Fyrstu 3 boltarnir. Með yfirhöndina þar, þá ertu komið svolítið með yfirhöndina í stíginu. Vá, vel bjarga hjá Einari.
ekki að detta í netið yfir. Já, ég kom hann inn bara maður leiksins. Heldur betur. Nei, en nú. En yfirleitt sem maður segir svona sorry eftir svona, þetta nú aldrei planið held ég. Nei. Það enginn orðinn það góður ennþá. Já, nema Kristó, við köllum þetta Kristó Special, sko. Já. Hann ógeðslega pirrandi í þessu. 2, 3, 4 boltar að leik, sko. Við erum með einn hérna í BH sem heitir Fúsi, hann er netuð yfir alltaf. Þau eru komin yfir. Heldur betur. Ég held að Davíð og Arnar séu nú aðeins farin að finna fyrir pressunni núna. Skautján. Og aftur fyrir boltinn í netbrúnum yfir. Já. Það ætlar engan endi að taka. Einhvern segur þannig. Það hendur eina flata uppgjöf. Erfitt að bregðast þessu. Já, eiginlega bara í Einar. Já. En hún rataði inn. What's a game, mate? Já, þetta náttúrulega bara hápunkturinn í íslensku badminton. Heldur betur. Best of the best. Ein helgi á ári. Það það sem svo erfitt við þetta. Toppa einu svona ári. Aftur netið yfir maður. Já. En vissulega gerist það oft þegar hann að slá kúluna þegar hún komin bara 10-15 cm yfir netið. Já, nálægt netinu. Björnur, allt og mjúkur og laus bottur. Hún grimm á netið. Já. Mjög grimm. Getaði klárað þetta í 2. Já, Davíð að vinna 3. skipti. Flott leikur, flott seinlóta, Einar og Lilju. Þetta var alls ekkert gefins. Þau bara sýndu góða samkeppni. Algjörlega. En Davíð og Arnar reynd í þessu. Heldur betur. Það verður gaman að sjá hvort Einar og Lilja halda áfram að spila tendars. Já, ég hef líka sérstaklega gaman að þegar eins og þau eru par. Já, nákvæmlega. Og að spila saman. Já, nákvæmlega. Það alveg skemmtilegt. Skemmtilegt kemistri. Það er gaman að sjá það. Já, nákvæmlega. Og ég líka eins og Sigga og Danni. Já, þau voru að spila alltaf saman tvendar. Nákvæmlega. Það svolítið skemmtilegt. Svo við séð systkini, Magga og Tinnu. Já, nú eru Katrín og Bjarki Stefáns að spila saman. Já, það er rétt. Þau komist í undanúrslit í fyrstu deild. Það er rétt. Í hörkuleik. Þetta er fjölskyldu íþrótt. Já. Gaman að sjá líka í annarri deildinni. Þá voru 4 feðgar spila með syni sínum. Já, nákvæmlega. Já, það er því. Já. Það er rosalega. Vorum við ekki bara að þakka fyrir okkur? Jú, mér langaði bara að minna á morgundaginn. Það er Íslandsmót í parabadminton. Akkurat. Og Special All badminton. Já. Það eru niðri í strandgötunni í Hafnarfirði. Endilega kíkja við. Vel gert BH. Annars bara já, þökkum við fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Kannski velna að fundingunni bara rúlla. Gaman að vera með ykkur. Robocop og Seppi out. Já. Það var skemmt. Kom líkt af mig. Og Íslandsmeistarar í úrvalsdeild í kvennaleik 2021
og 6 sem Davíð Bjarni Björnsson og Arna Karin Jóhannsdóttir í Björn.